Aukafundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur. Aukafundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 28. apríl 2026 kl. 13:30. Á fundi forsætisnefndar 17. apríl síðastliðinn var samþykkt svohljóðandi tillaga fyrirkomulag við umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2025. Við fyrri umræðu ársreikning sem fram fer á fundi borgarstjórnar 28. apríl næstkomandi taka einungis oddvitar til máls. Ræðutími þeirra verður rýmkaður í 75 mínútur en að öðru leyti gilda hefðbundnar reglur fundarsköp. Á dagskrá verður fyrri umræðu ársreikning auk fundagerða. Og þá gengið til fyrsta liðar útsendri dagskrá sem fyrri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 samanber fyrsta lið fundagerðar borgarráðs frá 27. apríl 2026 síðastliðnum og þá tekur borgarstjóri Heiða Björg Hilminsdóttir fyrst til máls. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn, við ætlum að fara hér yfir fyrri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2025. Hann liggur núna fyrir, var lagður fyrir borgarráð 15. apríl, fullbúinn til endurskoðunar, vísað til borgarráðs 27. apríl síðastliðinn og núna í fyrri umræðu. Hann settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi, eins og þið þekkið. Fyrsti hlutin ársreikningur A-hluta og samantekinn ársreikningur A- og B-hluta Reykjavíkurborgar og annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, það er að segja aðalsjóð og eignasjóð ásamt málaflokkum aðalsjóðs. Og þriðji hlutin inniheldur ársreikning B-hluta fyrirtækja, en það eru þau fyrirtæki sem eru að hálfu eða öllu leyti eigu borgarinnar. Ársreikningnum fylgir líka skýrsla fjármála og áhættustýringarsviðs með nánari skýringum á niðurstöðum rekstrar og efnahags sjóðstreymis. Og þá hafa eftirtalin gögn verið lögð fram hér með. Umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkur, endurskoðunarskýrsla ytri endurskoðanda Grant Thornton, greinagerð fagsviða A-hluta og greinagerð B-hluta fyrirtækja, samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2024 og verkstöðu skýrsla nýframkvæmda 2025. Þetta á nú bæði að vera 2025 en ekki 2024. Ég hvet borgarfulltrúa og rauninni alla til þess að lesa þessi gögn. Þau eru fróðleg og ekki síst greinagerðir bæði A-hluta og B-hluta. Það og eins umsagnir endurskoðenda og endurskoðunarnefndar. Ytri endurskoðendur, Grant Thornton gerir grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar sinnar í borgarráði 27. apríl og auk þessara gagna lögð fram til sérstakrar afgreiðslu ábyrgð og skulda, bindingayfirlit, yfirlýsingum stjórnarhætti og fjárhagslegar upplýsingar sem þið auðvitað kynna ykkur afskaplega vel líka sérstaklega þið borgarfulltrúar. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samantekkingsreiknings A- og B-hluta komu einkum starfsmenn fjármála og áhættustýringarsviðs en líka starfsmenn allra fagsviða borgarinnar og B-hluta fyrirtækja. Og þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, ytri endurskoðendur og innri endurskoðendur fylgst náið með vinnunni og þetta auðvitað vinna sem að tekur yfir gríðarlega langan tíma og flókið og hefur verið kynnt og í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og ég langar bara að fá að þakka öllu þessu góða starfsfólki borgarinnar og öðrum aðilum fyrir velunverk í þágu borgarinnar. Það skiptir máli að hér sé allt saman skoða til hins ítrasta. Nú, ef við förum þá inn og lítum á ársreikningin, þá lagt fram þetta sem að virkar kannski ekki alveg, en það kannski eitthvað sem að þið getur skoða, eða hvað? Þetta virkar ekki alveg hérna þessi græja. Ef við horfum fyrst á A- og B-hluta, samantekið reikning, ef það bara fyrsta hér, þá það
rekstrar niðurstaða samantekins-reiknings. Það fjármálastefna Reykjavíkurborgar. Við byggjum á 5 ára áætlun fyrir árin 2023–2027 og þar skiptir hvert ár lykilmáli. Setjum okkur markmið og leggjum okkur fram við að forgangsraða fjárfestingum og þjónustu fyrir fólkið í borgin okkar. Og ársreikningurinn sýnir auðvitað hversu sterkt sveitarfélag Reykjavíkurborg hve miklum örum vexti Reykjavíkurborg og það gaman að sjá að reksturinn það sterkur að við getum auðveldlega fjárfest í framtíðinni og byggt upp á sama tíma og við mætum í rauninni þeim krefjandi áskorunum sem eru í samtímanum. Og ég ætla að halda mig við stóru myndina hér í dag. Þetta auðvitað stór stund að leggja fram ársreikninginn. Það segir okkur stöðuna síðustu áramót á reikningunum, en þetta segir okkur líka mjög margt það sem hefur gerst í borginni á síðasta ári. Þannig ég ætla að reyna að halda mig við stóru myndina. Þetta eru niðurstaðan, samantekin reikningur. Niðurstaða samantengis-reiknings A og B hluta var jákvæð 8 milljarða. Hún var 2,7 milljörðum lægri en árið 2024. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármálslið og afskriftir, EBITDA, sem okkur var nú kennt í MBA-náminu og horfa sérstaklega alltaf á í öllum rekstri, var jákvæð 54,1 milljarð sem 8,9 milljörðum lakari en árið áður. EBITDAn í hlutfalli af tekjum var 18,4% og lækkar líka á milli ára. Lakari niðurstöðu miðað við árið 2024 má í rauninni einkum rekja til þess að núna eru við að gjaldfæra lífeyrisskuldbindingar 9,9 milljarða króna. En í fyrra var í rauninni það góð ávöxtun og þær breytingar á lífeyrisskuldbindingum og það var tekjufærsla. Og segir kannski ekki eins mikið rekstur borgarinnar eins og við myndum vilja gera og þetta eitthvað sem ég sé að rekstrarfræðingar og hagfræðingar og margir aðrir eru farnir að ræða fram og tilbaka hvernig sé best að gera grein fyrir. En þetta stærsta einstaka breytingin á milli ára. Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga var engu að síður jákvæð 2,5 milljarða króna. Áður en að matsbreytingar fjárfestingaeigna félagsbústaða koma til inn í reikningin. Þannig að þó að sé oft tala það að það sé að gera okkur mjög gott, þá það auðvitað satt, en við erum samt engu að síður með jákvæða rekstrarniðurstöðu áður en að það kemur inn. Nú skuldaviðmið A og B hluta án Orkuveitu Reykjavíkur var 106% í árslok 2025, 104% árið 2024 og jafnvægisviðmið jákvætt 6 milljarða króna. Ákvæði í reglugerð 502/2012 að undanskilja veitu- og orkufyrirtæki við útreikninga á jafnvægis- og skuldaviðmiði gildir til ársloka 2030. Með Orkuveitunni skuldaviðmiðið að sjálfsögðu hærra, en hins vegar höfum við líka á sama tíma verið að minnka þau lán Orkuveituna sem Reykjavíkurborg í ábyrgð fyrir. Nú, heildareignir A og B hluta samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi 31. desember 2025 námu 1.038,1 milljarði króna og hreinar skuldir ásamt skuldbindingum 560 milljónum króna. Hreinar vaxtaberandi skuldir nema 390 milljörðum og eigið fé var því 477,5 milljarðar króna, en þar af nam hlutdeild minni hluta 18,8 milljörðum króna. Eiginfjár hlutfall okkar í árslok var 46%. Ef við horfum á samanburð á milli ára, þá rekstrarliðina 2025 og 2024, þá getum við séð að tekjur ársins voru 5,9% hærri en á árinu á undan. Það gera 16 milljarða. Útsvarstekjurnar hækkuðu 10 milljarða á milli ára og staðgreiðslan þar af 9,3 og eftirálag útsvar 2,7. Og fasteignaskattur hækkaði 1,8 milljarð á milli ára. Framlag jöfnunarsjóðs
hækkaði 1,9 milljarð en framlög jöfnunarsjóðs hækkuðu 1,4 milljarða. Aðrar rekstrartekjur hækkuðu 3,9 milljarða, þar af hækkun tekna Orkuveitunar 1,7 milljarða, meðal annars vegna hærri tekna af rafmagni, köldu vatni og fráveitu, auk þess sem að tekjur vegna innkomu burðarnets sínar hefur áhrif til hækkunar samanborið við fyrri ár. Tekjur af sölu byggingaréttar voru rúmum 2,1 milljarði lægri en árið áður, en hagnaður af eignasölu var 0,9 milljörðum hærri en árið áður. Þannig að en fjöldi samninga voru vissulega gerðir á árinu sem að koma þá líklega til góða á þessu ári. Sem við eigum þá inni. Rekstrargjöld án afskrifta jukust 25,2 milljarða eða 11,7% á milli ára og launakostnaður hækkaði 9,5 milljarða. Lífeyrisskuldbinding var gjaldfærsla upp á 9,9 milljarða en var 0,8 milljarða tekjufærsla árið 2024 sem einkum má rekja til þess að vísitala lífeyrisskuldbindingar sem mælir launaþróun hjá opinberum markaði hækkaði verulega á þessu ári. Ávöxtunin hjá lífeyrissjóðnum var lakari, í rauninni undir væntingum og viðmiðum og það munar mikið þetta. Ég tek fram að laun hækkuðu hjá Reykjavíkurborg í A-hluta 8%, þannig að en þetta auðvitað launaþróun á opinberum markaði samtals. Annar rekstrakostnaður hækkaði 5 milljarða á milli ára og fjármagnsgjöld að fráteknum fjármunatekjum lækkuðu 4 milljarða og það annað árið í röð sem að fjármagnsgjöld nettó á B-hluta lækka. Ef við horfum á þessa glæru þá má sjá þróun rekstrarniðurstöðu á B-hluta og þróun EBITDA frá áriðinu 2021. Hér sjáum við þau svona árin sem við erum búin að vera að fara í gegnum á þessu kjörtímabili og að við erum á góðri leið þrátt fyrir tekjufall og COVID og ýmislegt. Hér fjármunatekjur og fjármagnsgjöld A og B-hluta 2025. Hann var neikvæður tæpa 22 milljarða, vaxtagjöld og verðbætur námu tæpum 27,7 milljörðum, þar af námu verðbætur 11,4 milljörðum. Frá ársbyrjun hækkaði vísitala neysluverðs 4,5%, samanborið við 3,8% sem var gert ráð fyrir og það hefur að sjálfsögðu neikvæð áhrif á útkomuna. Fjármagnskostnaður var 4 milljörðum lægri í ár en árið á undan og þar munar mestu gangvirðisbreytingar en þær námu 2,9 milljarði í tekjufærslu í ár og vaxtagjöld og verðbætur voru einnig 1,2 milljörðum króna lægri í ár. Álverð hækkaði 11,4% frá áramótum til áramóta á síðasta ári en meðalverð á álverði hækkaði 6,6% á milli ára. Tekjufærsla vegna innbyggðrar afleiðu í raforkusamningum nam 3 milljörðum króna. Matsbreyting fjárfestingaeigna sem verðbreyting á þeim fasteignum félagsbústaðar sem ætlaðar eru til útleigu liður sem að fylgir fasteignamati og getur sveiflast mikið, svona rétt eins og lífeyrisskuldbindingarnar á milli ára. Þessi mynd sýnir í rauninni þær sveiflur sem að þar hafa verið og svona sett fram til upplýsinga. En á þessu síðasta ári voru við með 8,3 milljarða í matsbreytingu fjárfestingaeigna sem segir okkur að virði eigna félagsbústaða að aukast. Ef við förum þá bara í samantekna reikningin, þá erum við með veltufé frá rekstri 42,9 milljarðar sem eru tæp 15% af tekjunum. Fjárfestingarnar brúttó voru 64 milljarðar. Við ráðstöðum 6 milljörðum meira til fjárfestinga í samstæðu borgarinnar í fyrra heldur en árið áður.
Greidd gatnagerðargjöld og seldir byggingaréttur voru 6 milljarðar, lántaka og ný stofnframlög 45,7 milljarðar á árinu og afborganir lána og leiguskuldir námu 33,7 milljörðum. Nú að handbært fé í lok árs voru 30,8 milljarðar króna. Nú samantekið skiluðu Faxaflóahafnir, Félagsbústaðir, Orkuveita Reykjavíkur og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins öll betra niðurstöðu en gert hafi verið ráð fyrir og við þökkum þeim fyrir góð störf. Þrátt fyrir að ytri áhrif af rekstrarfalli Norðuráls og ákveðið tekju áfall þar, eins og ég nefndi áðans, hafi haft neikvæð áhrif á afkomu tengdra félaga eins og Orkuveitu Reykjavíkur og Faxaflóahafna. Afkoma A-hluta Strætó og Sorpu var undir áætlun en þar vegur þyngst áhrif gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingana hjá A-hlutanum enda eru þar starfsmenn sem eiga þau gömlu réttindi. Nú hjá Strætó voru frávikin bæði vegna breyttrar tekjusamsetningar og nýrra samningu aðkeyptan akstur og lakari afkomu Sorpu má rekja til þess að hagræðingar aðgerðir komu seinna til framkvæmda en gert hafi verið ráð fyrir í upphafi árs. Ef við horfum á fjármálareglur sveitarfélaga sem með 13. grein laga númer 25/2020 og annarri grein laga númer 22/2021 þá vék Alþingi til hliðar fjármálareglum sveitarfélaga samkvæmt ákvæði 64. grein sveitarstjórnarlaga við lok árs 2025 og það var gert til þess að liðka fyrir möguleikum sveitarfélaga að grípa til viðspyrnu og sóknar í staðinn fyrir það að draga saman þjónustu og fjárfestingar vegna kórónuveiru faraldursins. Þetta var mikilvægt á þeim tíma en samkvæmt 64. greininni skulu samanlögð heildarútgjöld samstæðu á hverju 3 ára tímabili ekki vera hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum og skal ráðherra setja reglugerð framkvæmdina. Og hún skilgreind í reglugerð sem númer 502/2012 fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Þar undirskilja Veitu orkufyrirtæki við útreikning á jafnvægi og skuldaviðmiði til ársloka 2030 eins og ég sagði áðan og samanber reglugerð 1091/2025. Nú jafnvægisviðmið Reykjavíkurborgar án Orkuveitu jákvætt 6 milljarða og jafnvægisviðmið Orkuveitunni meðtaldri 15,3 milljarðar. Þannig að Reykjavíkurborg stendur sterkt og hefði í rauninni ekki þurft þessa framlengingu á þessu. En ég veit að það skiptir mörg sveitarfélög mjög miklu máli. Ef við skoðum skuldaviðmiðið samkvæmt sveitarstjórnarlögunum, samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga, þá skulu skuldir og skuldbindingar samstæðu sem hlutfall af reglubundnum tekjum vera innan við 150% og ráðherra setur reglugerð þá framkvæmd. Skuldaviðmið A- og B-hluta án Orkuveitunar var 106% í árslok 2025 og hækkar lítillega þarna á milli ára. Með Orkuveitunni þá hækkar og þá förum við alveg upp í 155 í hlutfall af tekjum. En það ekki það sem miðað við hvorki í jafnvægi eða skuldaviðmiði. Nú rekstrarlega niðurstaðan, ef við færum okkur yfir í A-hlutan, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég veit þetta er löng ræða, en ég að leggja fram ársreikning, þannig að þið verðið að þola okkur það. Nú fer ég yfir í A-hlutan, sem kannski það sem við þekkjum best og fjöllum mest hér. Rekstrarlega niðurstaða A-hluta var neikvæð 5,3 milljarða á síðasta ári sem lakari niðurstaða heldur en áætlað var. Í upphafi árs var gert ráð fyrir 5,7 milljarða áætlaðri niðurstöðu. Nei, í rauninni ef við vorum komin með það, við heldum að það væri, við værum mjög nálægt núllinu en þetta lakari niðurstaða sem nemur 5,7 milljörðum heldur en við áætluðum okkur því við ætluðum okkur auðvitað alls ekki að vera í mínus, við vorum að vonast til þess að vera 400 milljónir í pluss. En gjaldfærslan, lífeyrisskuldbindinga sem kom þarna núna eftir áramótin, hún vóð þyngst og vegur þungt í þessu fráviki.
þegar við vorum komið með væntar niðurstöðu alveg niður í 400 milljónir, þá vorum við að gera ráð fyrir að lífeyrisskuldbindingin gæti verið alltaf 6 milljarðar sem að við töldum, já, af meðaltali hún kannski 4, en hún endar sem sagt í 9,9 milljörðum á árinu. Og grunnreksturinn, það rekstrar niðurstaða fyrir fjármagnshlið og afskriftir, EBITDAn var jákvæð 7,3 milljarða sem að líka lægra heldur en við gerðum ráð fyrir í áætlun. Tekjurnar jukust í A-hlutanum 12,1 milljarð frá árinu áður og gjöld án afskrifta og breytinga lífeyrisskuldbindinga jukust 6,9% eða 12,3 milljarða á milli ára. Þannig að það góður samhljómur á milli aukinna tekna og aukinna rekstrargjalda. Nú skatttekjurnar ásamt tekjum frá jöfnunarsjóði hækkuðu milli ára 13,6 milljarða, þar af hækkuðu tekjur af staðgreiddu útsvari 9,3 milljarða eða 7%. Eftirálagt útsvar vegna skatttekna ársins 2024 var 2,7 milljónum hærra en á síðasta ári og framlög frá jöfnunarsjóði hækkuðu 1,9 milljarð á milli ára sem má rekja til samninga sem hafa verið gerðir ákveðna þjónustuliði. Nú tekjur á sölu byggingaréttar námu 3,4 milljörðum. Við gerðum fjölmarga uppbyggingarsamninga á árinu 2025 sem hafa ekki ennþá komið til tekna, en virði þeirra metið alltaf 2,8 milljarða króna að frátöldum gatnagerðargjöldum sem eru þá áætlað 3,2 milljarðar sem munu koma til tekna þá á þessu ári eða síður eftir framvindu uppbyggingarinnar. Nú laun og launatengd gjöld hækkuðu 8,4 milljarða á milli ára eða 8,1%. Og þar hafa auðvitað nýjir kjarasamningar mikil áhrif og þá sérstaklega kjarasamningar sem við tókum ákvörðun að gera við kennara sem að höfðu hækkuðu laun umfram aðra. Nú gjaldfærð lífeyrisskuldbindinga, við tökum það ansi oft fram 9,9 milljarðar. Þessa miklu hækkun má einhver rekja til þess að vísitala lífeyrisskuldbindinga sem mælir launaþróun á opinberum markaði og skylt að nýta við tryggingafræðilegt mat áfallinna skuldbindinga hækkaði 11,7% á árinu og á móti kemur að eignir sjóðsins sem eiga að koma þá á móti þessum skuldbindingum til lengri tíma samkvæmt þessu tryggingafræðilega mati sem allt gert samkvæmt reglugerðum. Það stendur í stað. Öfugt við árið 2024 þar sem að raun ávöxtunin var í rauninni metár hjá lífeyrissjóðnum. Þannig að það er engin viðbótar eign hjá lífeyrissjóðnum á móti, þannig að þetta kemur allt saman sem reiknuð skuld inn í bækur borgarinnar. Samkvæmt reglugerðum skyldu tryggingar lífeyrisréttinda. Nú annar rekstrakostnaður jókst 3,9 milljarða eða 5,4%. Á afskriftir jukust 949 milljónir. Þannig að heildar eignir A-hluta Reykjavíkur nema tæpum 309 milljörðum og eiginfjár hlutfallið 28,2 og hreinar vaxtabyrjandi skuldir 137 milljörðum. Í fjárhagsáætlunum var gert ráð fyrir því að rekstrarniðurstaðan yrði jákvæð 346 milljónir sem við vorum ávonast til þess að ná og því eru við langt í rauninni frá því. Skatttekjurnar námu 156,5 milljarði eða aðeins undir því sem áætlað var sem að kemur sér auðvitað illa. Þar starfgreiðsla útsvars 141,2 milljarðar eða 1,5 milljarði undir áætlun sem að endurspeglar mögulega aukið atvinnuleysi og minni umsvif hagkerfisins. Nú gjöld vegna skattbreytinga ásamt niðurfærslum og afskrift skatttekna, það var 1,7 milljarður eða 1,7 milljarði yfir áætlun og fasteignaskattar voru 31,2 milljarður eða á pari við áætlun. Og framlög jöfnunarsjóðs voru 18,9 milljarðar eða 362 milljónum yfir áætlun og endurgreiðslur annarra námu 10,3 milljörðum og voru 1,7 milljarði yfir áætlun. Og þar voru endurgreiðslur frá ríki og öðrum sveitarfélögum vegna þjónustu, veitrar þjónustu sem að Reykjavíkurborg er að veita
umfram lögbundna skyldu 1,3 milljarði yfir áætlun og ýmsir styrkir 380 milljónum yfir áætlun. Þannig að mest frávik voru í endurgreiðslum ríkisins vegna barna með fjölþættan vanda. Þar voru tæpur milljarður, rúmar 900 milljónir, 934 milljónir og framfærslustyrk vegna erlendara ríkisborgara sem var 281 milljón yfir áætlun. Þjónustutekjur voru 13,9 milljarðar eða 868 milljónum hærri en áætlað var. Sala byggingaréttar nam 3,4 milljörðum og var 289 milljónum yfir áætlun og söluhagnaður eigna 1,5 milljarður eða tæplega 400 milljónum undir áætlun. Annar rekstrarkostnaður nam 76,4 milljörðum og var 1,8 milljörðum umfram fjárheimildir en tekjur koma á móti hluta þess kostnaðar eins og ég sagði áðan frá ríki og öðrum sveitarfélögum. Helsti frávik frá áætlun á öðrum rekstrarkostnaði að finna á velferðarsviði og má rekja þau frávik meðal annars til vistgreiðslna vegna barna á vegum barnaverndar Reykjavíkur sem var 850 milljónum yfir fjárheimildum. Samningar sem gerðir voru við ríkið varðandi þessa vistgreiðslur og þjónustu við börn á 3. stigi giltu bara hálft árið í fyrra. Breyting eða 7 mánuði í fyrra, þannig að við vonandi sjáum við betri niðurstöðu á þessu ári. Breyting lífeyrisskuldbindinga nam 9,9 milljörðum eða 3,2 yfir áætlun, við leiðréttri áætlun. Fjármagnsgjöld nettó námu 2,1 milljarði eða 1,3 milljarði undir áætlun og arður af eignarhlutum nam 7 milljörðum en vaxtagjöld og verðbætur námu 10,2 milljörðum króna. Ef við förum inn í rekstur málaflokkana án lífeyrisskuldbindingana sem þá kannski þessi eiginlegi rekstur sem við höfum mest að segja og sviðsstjórar hér og stjórnendur, þá var hann samantekið í jafnvægi á árinu. Rekstur skóla- og frístundasviðs var nánast á pari við fjárheimildir og þar hefur við auðvitað bætt inn heilmiklum heimildum og eins og við ræddum á síðasta borgarstjórnarfundi farið í að gera líkun og fleira annað sem aðstoðar okkur við að úthluta rétt. Velferðarsvið án bundinna liða var 1,8 milljarði yfir fjárheimildum en eins og ég sagði áðan þá þetta komu tekjur á móti stórum hluta af því en bundni liðir án fjárhagsaðstoðar ef við tökum velferðarsvið saman voru 1,6 milljarði undir. Þannig að sviðið í heild kemur út nánast á pari. Fráviki eignasjóði skýrist að mestu af hærri tekjum á sölu byggingaréttar og lægri söluhagnaði eigna. Við sjáum í síðasta dálkinum hér hversu hátt hlutfall af skatttekjum það sem sagt útsvar hjá fasteignaskatti varað til viðkomandi málaflokka. Og mér finnst það áhugavert því að við sjáum það að ef við erum að áætla rétt til dæmis fyrir skóla- og frístundarsvið, þeir eru á pari, þá það 51% af tekjunum okkar sem fara í þann málaflokk. Þannig að þar skiptir verulegu máli og eðlilegt framhald væri þá velferðarsvið. Í síðasta tálkinum og ég held að netto útgjöld voru 182 milljörðum en skatttekjurnar 175. Rekstur málaflokkana, það fróðlegt að sjá í rauninni hlutdeild af útgjöldunum. Hér þá sjáum við að SFS auðvitað langstælt en velferðarsviðið líka stórt hér einmitt vegna umsvifa okkar á þeim vettvangi. Þetta í rauninni hlutfallsleg skipting á rekstri með að við samantekjum brúttó útgjöld þeirra og þar skóla- og frístundarsvið 46% og velferðarsvið 28% og umhverfis- og skipulagssvið 10% og menningar- og íþróttasvið 11% og önnur svið þá minni. Lántökur A-hluta á árinu 2025 voru 13,2 milljarðar og nýjar leiguskuldir 913 milljónir. Afborganir lána og leiguskulda og lífeyrissjóðs skuldbindinga námu 11,7 milljörðum og verðbæturnar voru
þarna 3,8 milljarðar. Veltufé frá rekstri nam 14,3 milljörðum og var 16,9% í hlutfalli af tekjum og hækkaði 0,6 tekjustig á milli ára. Það sýnir auðvitað reksturinn okkar og hvernig hann stendur og skiptir verulegu máli, þó við séum ekki ennþá búin að ná því markmiði að hann sé 7,5%. En sem við vorum sannarlega að vonast til þess að ná núna, en við sjáum bætingu á milli ára og það skiptir miklu máli. Nú fjárfestingarnar brúttó námu 21,4 milljörðum og jukust 700 milljónir á milli ára og þær beindust nánast eingöngu að uppbyggingu, viðhaldi og endurnýjun skóla og leikskóla og innviðum gatna. Lántakan 13,2 og nýja leiguskuldir 913 og afborganirnar 9,7. Nú ef við sjáum skuldbindingar A-hluta vegna B-hluta þá hefur það farið lækkandi á milli ára og það þó ekki síst vegna skuldbindinga vegna orkuveitunar. Veltufé frá rekstri í hlutfalli af tekjum. Hér má sjá það. Þetta kennitala sem að sveitarfélög horfa gjarnan á til þess að sjá hvernig gengur í rekstrinum og við sjáum það að við höfum verið að ná að styrkja veltufé frá rekstri sem að var auðvitað mjög lágt og í rauninni neikvætt árið 2022 strax í kjölfar kórónuveiru faraldursins sem að auðvitað kældi hagkerfið hér verulega. En það er gleðilegt að sjá við erum að ná hér bata án þess að þurfa að fara í mikið niðurskurð eða slá af þjónustu við borgarann okkar þvert á móti. Nú, hér eru þá mælikvarðarnir, markmiðin og mælikvarðar fjármálastefnunnar sem var sett núna 2023-2027 fyrir A-hlutann. Fjárhagsáætlunin byggir auðvitað á þeim markmiðum og það er alltaf markmið allra sem gera fjárhagsáætlun að ná þeim. Við vorum að vonast til þess að við myndum ná þeim öllum, en við náðum þeim öllum nema 2 og ég held að það er bæting frá því fyrra. Í fyrra vorum við með 3 á gulu, en núna erum við með 2. Þannig að við erum að segja að við erum að þróast í rétta átt og lífeyrisskuldbindingarnar vonandi verða ekki jafn þungar í bagga á næsta ári. Þetta sýnir í rauninni niðurstöðuna og kennitölurnar og við sýnum að þetta er jákvæðin þróun ef að við tækjum lífeyrisskuldbindingarnar út fyrir sviga, þá væri hér ágætis jafnvægi á rekstri. Stöðugildi, það er mikil stöðugildarýni hér, það er ekki hægt að fyrir ákveðin hóp hér. Stöðugildum sem að fjölgaði á árinu eru öll í skóla og frístunda og leikskóla hlutanum. Ákveðnum ef maður leggur saman allt saman. Það hefur fækkað á sumum stöðum, fjölgað annars þar, en stöðugildum fjölgaði þar og þeim fjölgaði 0,8% frá árinu áður sem í rauninni jafn mikið á fólksfjölgunin það á milli ára sem yfir minni heldur en oft hefur verið. Íbúar Reykjavíkur voru samkvæmt þjóðskrá 1. desember 147.042 og hafði fjölgað 0,8% líka á milli ára. Ef við förum þá inn í rekstur aðalsjóðs sem þá þessi sem tekur til þessara almenna reksturs fagsviða borgarinnar, þá var reksturinn þar neikvæður 15,8 milljarða en fjárhagsáætlunin gerði ráð fyrir að reksturinn yrði neikvæður 10,3 milljarða. Þannig að hér eru þetta lakari niðurstöður heldur en við lögðum upp með. Rekstrartekjurnar námu 208,4 milljörðum eða 1 milljarði yfir áætlun. Staðgreiðslan hins vegar 1,5 milljarði undir áætlun eða 1,1%. Eftirlagt útsvar var 0,3 milljörðum undir áætlun og skattbreytingar, niðurfærslur og afskriftir skatttekna voru neikvæðar 1,7 milljarða.
Endurgreiðsla annarra voru 1,7 milljarðar yfir áætlun, einkum frá ríki og öðrum sveitarfélögum og þjónustutekjur einnig yfir áætlun eða 0,6 milljörðum yfir áætlun 4,8% og eignatekjur voru 1,1 milljarði yfir áætlun sem tæplega 40% yfir áætlun. Aðrar tekjur voru 0,6 milljörðum yfir áætlun. En þarna sést barlega áhrif þess að útsvarið lægra en áætlað var. Rekstrargjöldin voru 232 milljarðar eða 7,4 milljörðum umfram fjárheimildir, launakostnaðurinn 110,9, breytingar lífeyrisskuldbindinga 9,9 og þar af fært til gjalda og skuldar áfallenlega lífeyrisskuldbindinga vegna A-deildarbrúar lífeyrissjóðs vegna starfsmanna sem hefðu hafið töku lífeyris eða höfðu náð 60 ára aldri árið 2017. Nú gjaldfærsla vegna A-deildar nam 252 milljónum á síðasta ári, þannig að það ekki þannig að við sem búin að borga þetta allt saman strax, en við þurfum auðvitað að eiga fyrir þessum skuldbindingum. Nú annar rekstrarkostnaður var 111,5 milljarðar sem var 2,8 milljörðum eða 2,6% umfram fjárheimildir, þannig að netto fjármunatekjur voru 8,1 milljarður eða 0,9 milljörðum yfir áætlun. Þar voru vaxtatekjur og verðbætur 0,5 milljörðum yfir áætlun ásamt arðstekjum sem voru 0,4 milljörðum yfir áætlun. Ef við kíkjum þá yfir á eignasjóðinn sem annast þá rekstur á mannvirkjum og opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsviðum borgarinnar aðstöðu, þá sjáum við að þar rekstrarniðurstaðan jákvæð 10,5 milljarða, nokkurn veginn á pari við það sem áætlað var, sem voru 10,7 milljarðir, en engu að síður 200 milljónum lakara en það gert var ráð fyrir. Þar rekstrartekjur voru 42,4 milljarðar, þar munar 42 milljónum við áætlunina. Leigutekjurnar voru 36,5 milljarðar eða 59 milljónum undir áætlun, sala byggingaréttar 3,4 milljarðar, 300 milljónum yfir áætlun og sala fasta fjármuna skilaði hagnaði sem nam 1,5 milljarði en var engu að síður 4 milljónum undir áætlun. Aðrar tekjur nam 1,1 milljarði eða 126 milljónum króna yfir áætlun. Nú rekstrargjöldin voru 21,3 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 8,3. Þannig að netto fjármagnsgjöld 10,1 milljarður eða 334 milljónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir sem var rekið til lægri vaxta og verðbóta en gert var ráð fyrir í áætluninni. Kæra forseti og borgarstjórn, ég hef núna farið yfir megin stærðirnar í A-hluta og aðalsjóði og eignasjóði. Ef við horfum örlítið inn í fagsviðin sem að auðvitað byggja á mestu á þessum skatttekjum borgarinnar og rekstri þeirra eru afmarkaðar heimildir í upphafi árs hverju sinni og þeim ber að halda rekstri sínum innan þeirra fjárheimilda. Ef að það stefnir í frávik og við höfum verið mjög stíf á því þetta árið, fjármálaskrifstofan hefur verið að auka bæði eftirlit og ráðgjöf til sviðanna til þess að styðja við betri áætlanagerð og betri ábyrgari meðferð fjármuna og sviðsstjóri þar Halldóra Káradóttir er mikið hrós skilið fyrir að færa ábyrgð á rekstri meira inn til sviðanna þannig að þau fái það fjármagn sem þau þurfa en byrja líka ábyrgð á því að fara ekki yfir og ef að það stefnir í það að leita þá leiða og gera borgaráði viðvart. Það í rauninni ekki heimilt að stofna til viðbótar útgjalda án heimildar borgaráðs. Þetta finnst mér mjög mikilvægt vegna þess að við þurfum að sýna aga í þessu og mögulega mætti þá vera einhver meiri miðlægur sjóður til þess að grípa í en ákveðið var þegar farið var í þetta að hafa hann ekki heldur útlita fjármagninu til sviðanna. Þannig ég ætla að fara rétt yfir rekstrarniðurstöður sviðanna í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun sem við lögðum fram
seinni hluta síðasta árs. Og það getur auðvitað verið erfitt að sjá fyrir alla þróun í rekstrinum. Það eðlilegt. En greining á frávikum upplýsir hvernig rekstrarstjórn sviðanna hefur gengið og hún var í aðalatriðum þessi í samanburði við fjárheimildir og þið sjáið það hér. Nettó útgjöld menningar og íþróttasviðs voru tæpir 21 milljarður, 79 milljónum fram yfir heimildir. Nettó útgjöld skóla- og frístundasviðs voru 89 milljarðar sem var 146 milljónum umfram fjárheimildir eða 0,2%. Til samanburðar, það var hallið þess sviðs 2,5 milljarðar árið 2024 eða 3,2%. Þannig að hér erum við að sjá verulega bætingu en vissulega bættu við inn 3 milljörðum inn í leikskólana án þess að þar væri viðbót þar sem að líkanið sýndi að við þurftum að gera það. Þjónustunni sem að var 300 milljónir yfir fjárheimildir. Nettó útgjöld velferðarsviðs voru 48 milljarðar sem var 127 milljónum umfram heimildir eða 0,3%. Rekstrarniðurstaðan án bundinaliða var 1,8 milljörðum umfram fjárheimildir eða 4,1% sem skýrist einkum á rekstri barnaverndar sem var 1,2 milljörðum umfram heimildir og málaflokki fatlaðs fólks sem var 700 milljónum umfram fjárheimildir eða 3%. Á árinu var gerður samningur við ríkið varðandi barnavernd og vistgreiðslur barnaverndar sem tók til hluta ársins. En því miður hefur ekki verið áframhald á þróun í samningu við ríkið málaflokk fatlaðs fólks. En vonandi horfir til betri tíðar þar. Því það mjög mikilvægt að halda áfram að fullfjármagna þann málaflokk. Nú bundnir liðir voru 1,6 milljarður innan fjárheimilda eða 29,2% og þar var fjárhagsaðstoðin 1,4 milljarðar eða 36% innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var 252 milljónir eða 14,4% innan fjárheimilda. Og í mars á þessu ári var undirritað þetta samkomulag sem ég var að segja ykkur frá varðandi búsetu barna með fjölþættan vanda og við fengum 1,7 milljarð á landsvísu í þann kostnað sem fellur til og það skiptir máli. Heildarframlag ríkisins var 2,2 milljarðar fyrir haustið og framlag frá mennta- og barnamálaráðuneytið Reykjavíkur í lok árs var 934 milljónir vegna barna sem hafa fengið staðfestingu á vistun utan heimilis af sérfræðingateymi sem starfrækt á grundvelli laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þetta vinna sem í yfirstandandi en það fullt ástæða til þess að hrósa ríkinu fyrir þessi skref sem tekin hafa verið á þessu síðasta ári. Það mikilvægt að þessi börn fái þá þjónustu sem þau þurfa á meðan að ríki og sveitarfélög ræða hvernig eigi að borga fyrir hana. Nú, nettó útgjöld skrifstofa í miðlægri stjórnsýslu voru 2,3 milljarðar eða 166 milljónum innan fjárheimilda og nettó útgjöldin á sameiginlegum kostnaði 17,1 milljarður sem var 3,8 milljörðum umfram fjárheimildir en gert var ráð fyrir 13,3 milljörðum í áætlun. Launaliðurinn var 500 milljónum innan fjárheimilda og gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga þar 3,2 milljörðum yfir áætlun. Þannig að það segir okkur þá sögu. Nú nettó útgjöld fjármála árstuðningarsviðs voru 1,3 milljarður eða 25 milljónum innan fjárheimilda og nettó útgjöld mannus- og starfsþróunarsviðs 940 milljónir eða á pari við fjárheimildir. Nettó útgjöld þjónustu- og nýsköpunarsviðs voru 4,6 milljarðar eða 12 milljónir umfram fjárheimildir. Rekstrakostnaðurinn var 954 milljónir umfram heimildir en á móti voru tekjur vegna innri leigu 942 milljónir umfram áætlun. Og fjárfesting á hugbúnaði og vélbúnaði nam samtals 1,5 milljarði eða samtals 206 milljónum innan fjárheimilda sviðsins. Nú framlög til B-hlutafyrirtækja námu 5,1 milljarði og voru 600 milljónum innan fjárheimilda. Framlög til Strætó var 3,4 milljarðar eða 593 milljónir innan fjárheimilda.
Og á móti kemur að greidd voru stofnframlög inn í nýtt fyrirtæki rekstur almenningssamgangna sem að voru samanlagt 377 milljónir á árinu og framlag til slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var 1,7 milljarður og það var samkvæmt fjárheimildum. Mig langar að nýta þetta tækifæri til að þakka sviðsstjórum og fjármálastjórum og starfsfólki sviðanna fyrir þessa vinnu. Þetta stefnir allt í rétta átt og það er ánægjulegt að sjá og ég vona að svo haldi áfram á næstu árum. Það verður ánægjulegt að vinna á síðasta ári, að koma inn fyrir nýjan meirihluta og vinna með sviðunum að því að ná betur utan um reksturinn og ég verð að segja að það er mjög þessar tölur þó að það mættu auðvitað vera 100% jákvæðar, þá er þetta til bóta og það er gleðilegt að sjá hversu alvarlega fólk tekur þetta mikilvæga verkefni. Það er auðvitað okkar hlutverk og við erum að halda áfram á þessari leið. Ef við förum þá í afkomu B-hlutafyrirtækjanna, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, við þurfum líka að leggja fram ársreikninga þeirra og ég ætla aðeins að fjalla þau. Þessi B-hlutafyrirtæki sem eru kölluð það, hitti blaðamann í gær sem sagðist hafa lofað sjálfum sér að læra aldrei mun á B-hluta sem blaðamaður, en hann sagðist vera búinn að svíkja það loforð af því að hann kæmist ekki hjá því. En ég veit að fólki, almenningi, finnst þetta kannski smá skrítið, þetta A- og B-hluta, en við þekkjum þetta vel hér innan hús. Þetta eru þau fyrirtæki sem er í borgin á meirihluta í eða 100%. Það væri auðvitað allt og langt mál að gera einhverju rekstri þeirra ítarleg skil, alveg eins og væri og langt mál að gera öllum sviðum og rekstri þeirra ítarleg skil, en ég veit að borgarfulltrúar munu gera það, þeir sem að sitja í stjórnum þessara fyrirtækja og þeir sem eru í ráðum fagsviðanna, munu auðvitað fara betur og dýpra inn í rekstur þeirra. Mér langar líka að benda borgarfulltrúum á rafrænan hlutagagnana sem með ársreikningi. Þar eru ársreikningar B-hlutafyrirtækjanna og líka er góð umfjöllun fyrirtækin í skýrslu fjármála og áhættustýringarsviðs. Við höfum verið að leggja áherslu á í rauninni aðkomu fjármála og áhættustýringarsviðs að B-hlutafyrirtækjunum og þessu ári erum við að stíga góð skref þar sem að undir forystu sviðsstjóra fjármála og áhættustýringarsviðs held ég að muni skipta okkur miklu máli. Ef við sjáum þá hér Faxaflóahafnir, hagnaður þeirra var 1,6 milljarður. Það var 57 milljónum lægra en árið áður. Kennitölurnar endurspegla þó styrkinn sem að félagið hefur. Eiginfjár hlutfallið er mjög sterkt og hefur félagið til að getu til þess að standa af sér mótbyr. Veltufjár hlutfallið er mjög sterkt, eða 3,8, en miðað við það sé ekki undir 1. Það er engin langtímalán hjá félaginu, þannig að það tekjufall sem að Faxaflóahafnir urðu til vegna Norðuráls sýnir sterkastu Faxaflóahafna að þeir stóðu það vel af sér. Félagsbústaðir, ársreikningur þeirra er gert samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS í samræmi við 19. grein laga ársreikninga. Númer 3, 2006 og reglugerðir framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 7,7 milljarður árið 2025, eða 6,4 milljörðum hærri en árið áður. Framleiðin var 3,2 milljarðar eða 207 milljónum krónum betra en áður og matsbreyting fjárfestingaeigna nam 8,2 milljörðum á árinu samanborið við 2,6 milljarða árið 2024. Félagsbústaðir festu kaup á 56 nýjum íbúðum á árinu 2025 og seldu 6 íbúður og einnig voru opnaðir 2 nýjir búsetukjarnar á þessu góða ári. Orkuveita Reykjavíkur, hún var jákvæð 11,5 milljarða sem hækkun 2,2 milljarða milli ára og megin skýringin á þeirra hækkun hækkun á tekjum 1,7 milljarða
en líka lækkun fjármagnsgjalda 3,1 milljarð. Þannig að EBITDAn, rekstrarafkoman, hækkar 500 milljónir eða 2,4% á milli ára. Ef við horfum á rekstrartekjurnar hækkuðu 1,7 milljarð eða 2,5%. Þetta helst af auknum tekjum vegna rafmagns og köldu vatni og fráveitu, en einnig líka tekjum vegna burðanets. Sýnar í rekstur ljósleiðarans áhrif til hækkunar með við fyrir ár. Tekjur á heitu vatni lækka 2,4% á milli ára. Rekstrargjöld án afskrifta hækka 466 milljónir milli ára eða 1,7%. Orkukaup og flutningur lækkar 743 milljónir, laun og launatengigjöld hækkuðu 368 milljónir sem skýrist meðal annars af kjarasamningshækkunum og innvistun verkefna. Annar rekstrarkostnaður hækkaði 840 milljónir sem skýrist af viðhaldskostnaði mannvirkja, innkomu burðanets Sýnar í rekstur ljósleiðarans sem og verðlagstengdum hækkunum. Tekjur á fjármagnsgjöld voru neikvæð 9,2 milljarðar sem 3,1 milljarði lægra en árið áður, en það fjallað ítarlega rekstur efnahags- og sjóðstreymi Orkuveitunnar í skýrslum fyrirtækisins og í skýrslu fjármála- og áhættustýringarsjóðs sem ég mæli enn og aftur með að allir lesi. Nú þá það slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, rekstrarniðurstaða þess var 212 milljónir árið 2025 en var 236 milljónir árið áður, þannig að við vorum með 24 milljónum krónum lægri rekstrargjöld á síðasta ári heldur en árinu þar á undan. Helsta ástæðan aukinn launakostnaður umfram tekjur. Rekstrargjöld voru, það var nú eitthvað skrítið. Rekstrarniðurstaða slökkviliðsins nam 212 milljónum árið 236 árið áður, já, akkurat. Rekstrargjöld voru 391 milljónum hærri en árið áður en rekstrargjöldin voru 151 milljón innan áætlunar. Aukinn rekstrarkostnaður skýrist bæði af fjölgun starfsmanna í varaliðinu og kjarasamningsbundnum hækkunum, en það að við séum innan rekstrarheimilda líka vegna þess að ekki hefur verið opnun í slökkviliðsstöð í Kópavogi og ákveðið var að fresta fjölgun í starfsliði þar sem henni greinilega senkar. Sorpa BS hagnaður eða afgangur þar voru 541 milljón sem hækkun frá árinu áður 279 milljónir en 65 milljónum lakari afkoma heldur en gert var ráð fyrir. Og skýringin á frávikum frá áætlun og afkomu liggur fyrst og fremst í að þær hagræðingaraðgerðir sem ráðast var í á árinu komu aðeins seinna til framkvæmda en gert hafi verið ráð fyrir og dótturfélag Sorpu, Metan EHF, skilaði tapi upp á 30 milljónir en gert hafi verið ráð fyrir að það myndi skila afgangi. Nú, það var klárað að afskrifa forvinnslulínuna á árinu 2025 og hún nú að fullu afskrifuð. En kennitölur samfélagsins, samlagsins áfram sterkar. Velti frá hlutfalli nú 1,3 meðan við 1,2 árið undan. Og arðsemi eigin fjár í lok ársins 8,6 meðan við 4,4% árið á undan. Þannig að kennitölunar að þróast í rétta átt og framlegð á móti rekstrartekjum 18% en var tæp 15% árin á undan. Strætó, rekstrarniðurstaða Strætó var jákvæð 12 milljónir samanborið við 204 milljónir árið áður. EBITDA og EBIT lækkuðu jafnframt frá fyrra ári og voru undir áætlunum og helstu skýringarna þar má líka í breyttri tímasetningu og umfangi þjónustuaukningar sem hafði áhrif á samsetningu rekstrarframlaga og auk þess sem áhrifin í samningsum aðgiftan akstur koma fullu fram á árinu með hærri kostnaði og afkoman endurspeglar þannig bæði breytta tekjusamsetningu og aukinn rekstrarkostnað á árinu og ég
gerir ráð fyrir að stjórnarformaður Strætó eftir að fara betur yfir þetta hér allt saman. Það er mikilvægt að hefja nú þegar greiningu á þeim þáttum sem að munu standa eftir og það er í sjálfu sér hafið þegar almennir samgöngur höfuðborgarsvæðisins taka nú við rekstrinum 1. júlí næstkomandi og þá þarf að ákveða framtíðar rekstrarfyrirkomulag betur og gera áætlun hvernig tekist verður á við þær fjárhagslegu skuldbindingar sem eftir standa. Þar með talið pant þjónustuna sem að við höfum falið Strætó að sjáum. Nú, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ársreikningurinn fyrir 2025 hefur nú verið lagður fram hér í borgarstjórn. Ég vil líka leggja fram sérstaklega auk hans ábyrgðar og skuldabindingayfirlit Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 og yfirlýsingu stjórnarhætti og fjárhagslegar upplýsingar fyrir sama ár. Ég hef núna lagt fram ársreikninginn hér í borgarstjórn. Niðurstaðan sýnir að við erum ennþá að vaxa út úr þeim vanda sem að COVID lét okkur standa frammi fyrir. Við ákváðum að vaxa út úr vandanum, að halda áfram að stýra sterkri borg sem er að stækka og er spennandi og veitir þeim þjónustu sem þurfa. Markmiðið hefur auðvitað líka á sama tíma verið að stytta þá niðursveiflu eins og kostur er til þess að verja lífsafkomu og lífskjör allra borgarbúa og styðja við endurreisn fyrirtækja og atvinnulífs og skapa þess á ný fjölbreytta og blómlega framtíð í okkar lífsgæða borg. Þannig að ef að teknir eru til hliðar þessir utanaðkomandi þættir sem hafa neikvæð áhrif á rekstrarniðurstöðuna, lífeyriskuldbindingarnar, verðbólguþrýstingurinn og rekstrarfall Norðuráls, þá getum við öll verið sammála um það að það blasir við sterkur og stöðugur rekstur sem að þolist líka ágjöf og það er ekkert sjálfsagt að það sé þannig og það eru jákvæðu teiknin sem að birtast við þennan ársreikning. Reksturinn er í góðu jafnvægi, við eigum fyrir útgjöldunum okkar, það eru skuldbindingar sem við vissulega vitum af og eigum fyrir, munum eiga fyrir og við fjárfestum mikið og við höfum ekki dregið úr þjónustu. Þvert á móti höfum við aukið á síðasta ári þjónustu við börn og barnafjölskyldur eins og sjáum á reikningunum. Tölurnar tala sínu máli þegar kemur að taka utan um viðkvæma málaflokka. Við höfum forgangsraðað í þá barna og barnafjölskyldna, þjónustu við borgarbúa, fátæka, jaðarsetta, forgangsraðað þjónustu við þá sem að þurfa meiri stuðning því að það er pólitíkin okkar og ætti í rauninni að mínum mati að vera pólitík okkar allra því að ef að öll eru með og öll taka þátt og finna að þau eru mikilvægur partur af samfélaginu þá er samfélagið okkar betra fyrir okkur öll. Og við erum að ná árangri þar og ég veit að við erum að skila á okkur góðu búi. Ég veit líka að það eru verkefni framundan. Við þurfum að ná betur utan um það hvernig við getum áætlað þessar lífeyrisskuldbindingar. Mögulega þyrfti líka einhvern veginn að eiga það samtali við ríkið það hvort að það er að koma með þessum hætti inn í reikninga allra sveitarfélaga. Við höfum verið við að gera uppbyggingarsamninga og ýta við húsnæðisuppbyggingu í borginni sem er núna helmingur húsnæði sem er í uppbyggingu á landinu er núna í Reykjavík og þar hefur verið mikil aukning og var mjög mikil aukning í húsnæðisuppbyggingu síðasta ári. Við vitum að það sem við erum að gera kemur ekki allt til tekna þegar við erum við stjórnvölinn. Það er ekki endilega þannig sem að við stjórnum að því að við vitum hvað er rétt og erum að vinna fyrir borgarbúa og ég held að hverjir sem verða við stjórnvölinn á næsta kjörtímabili þá geta þeir hrósað miklu happi yfir þeim samningum og þeim tekjum sem að færast þá yfir til þess meirihluta. Ég var að undirrita fyrir í dag uppbyggingarsamninga með fjármála- og húsnæðismálaráðherra sem felur í þessu uppbyggingu á 1200–1400 íbúðum. Þetta verkefni hefur verið lengi í burðarliðnum og var í rauninni nær allt síðasta ár og fjórðungur þess verður auðvitað húsnæði sem að við munum óhagnaðardrifið félagslegt húsnæði sem að mun tryggja fleiri fjölskyldum öruggt húsnæði í Reykjavíkurborg. Og ég tek þetta fram hér þó þetta sé ekki hluti af ársreikningnum vegna þess að þetta var eitt af þeim markmiðum, þetta var önnur setning í sáttmála meirihlutans því við vitum að í baráttu við fátækt þá er húsnæði oft lykilatriði. Og það sem talað húsnæði fyrst, það á ekki bara við fólk sem er heimilislaust, það á í rauninni við okkur öll.
í baráttu gegn ójafnræði í slagnum sem hér þarf að taka að öll eigi húsnæðisskjól, öll eigi öruggt heimili. Það bara eitt stærsta verkefni hvers sveitarfélags og þar höfum við sannarlega látið taka til okkar og gerum áfram hér. Í sameiningu nefnilega gætu við alveg komið því þannig fyrir að allir ættu heimili, allir fyndu fyrir því að þeirra starfskrafta eða krafta væri vænst einhvers staðar í samfélaginu og það væri ótrúlega virðisaukandi fyrir okkar samfélag. Það að sýna öllum virðingu og finna öllum stað og tryggja að það sé til nægt húsnæði fyrir okkur öll. Þannig samfélag væri betra, það væri hagkvæmara, hamingjusamara og jafnara samfélag og við vitum að það styður við okkur öll, sama í hvaða tekjustiga starfið eða uppruna eða hvaðan sem við komum eða hvaða aldri sem við erum, ef við öll getum fundið okkur stað í borginni. En ég hvet okkur öll til að leggja þessu mikilvæga verkefni áfram lið, hverri pólitík við stöndum og höldum áfram að vinna gegn ójöfnuði og reka borgin okkar með sóma og þeim styrk sem verið hefur. Mig langar að þakka öllum félögum í borgarstjórn, meira og minni hluta, fyrir frábært ár á síðasta ári. Það voru þetta fjöldi stýri og starfshópa, ráðin þurfa að taka erfiðar ákvarðanir, fagráðin ekki síst sem oft þurfti að taka ákvarðanir betri ráðstöfun fjármuna og við sjáum það í A-hlutanum að þið stóðu ykkur vel og það skiptir máli og það þetta mikilvægt og oft ekki kannski alveg öllum ljóst hversu mikið þverpólitískt samstarf alla málaflokka og rekstur borgarinnar í rauninni. Þó að hér í þessum sal sé þetta nú oft svona ansi skrautlegt að þá hefur allavega ég upplifað það að fólki í öllum flokkum hér að heilum hug og vill borginni vel og saman getum við sannarlega gert enn betur í framtíðinni. En við getum líka verið stolt af þessu ári. Það skref í rétt átt, við náðum ekki alla leið sem við ætluðum okkur, en við tókum áfanga og höldum áfram. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér ársreikning Reykjavíkurborgar vegna rekstrarársins 2025. Ég ætla að byrja að víkja máli mínu stuttlega að samstæðureikningi og ég ætla ekki að fara þar yfir öll B-hlutafélögin en kannski aðeins ákveðin vinkil. Við sjáum að rekstrarniðurstaða samstæðu var jákvæð sem nemur 8 milljörðum króna en þegar betur að gáð að þá skiptir þar auðvitað mestu þessi matsbreyting fjárfestingaeigna félagsbústaða sem við sjálfstæðismenn höfum gjarnan gert að yrkisefni hér í borgarstjórnarsalnum en ef hún talin frá að þá rekstrarniðurstaða samstæðunnar neikvæð. Og til að útskýra þetta fyrir einhverjum sem ekki skilja þá þetta svolítið eins og heimili með fái nýtt fasteignamat á eignina sína en það breytir auðvitað engu það hvort að heimilið ráði við að greiða reikningana. Við teljum mikilvægt alveg eins og í rekstri borgarinnar að í rekstri félagsbústaða sé hugað að því að sjálfbærni. Fjármála- og ástýringarsvið gerði ákveðnar athugasemdir í reikningnum sem einhverjar snúa að félagsbústöðum. Það talað að fjárfestingarstefna miðist við að hver ný íbúð skili jákvæðu sjóðstreymi, sett verði fram tímasett framkvæmdaáætlun innri umbætur með skýri ábyrgð og árangursmælingu og að langtíma áætlanir grundvallist á markmiðum sjálfbærni í rekstri. Og við sjálfstæðismenn tökum auðvitað undir allar þessar athugasemdir og það auðvitað ekki sjálfbært. Það sem ákveðið var hér í þessum sal ekki fyrir alls löngu að setja 500 milljónir á ári inn í reksturinn, stoppa gatið með plástralausnum í stað þess að ráðast að vandanum í rekstrinum og leita leiða til að tryggja sjálfbærni.
Ég ætlaði ekki að víkja í meira máli að samstæðureikningnum heldur leggja áherslu á A-hlutann á rekstur borgarsjóðs sem grunnrekstur borgarinnar sem stendur undir grunnþjónustunni við íbúana. Nú við fengum hér útkomuspá í desember síðastliðnum sem gerði ráð fyrir því að reksturinn myndi skila 346 milljóna króna jákvæðri niðurstöðu eftir árið 2025. Og hér sjáum við fulltrúa meirihlutans berja sér á brjóst fyrir þessa frábæru niðurstöðu. Þennan frábæra árangur í rekstri borgarinnar og ekki bara fulltrúar hér í meirihlutanum. Þessi umræða hún fór alla leiðin á þingið. Við sáum fyrir borgarstjóra Dag B. Eggertsson skrifa innblásnar greinar í Morgunblaðið og færslur og samfélagsmiðla þar sem hann gerði lítið úr gagnrýni okkar sjálfstæðismanna sem hefum lýst áhyggjum af rekstri borgarinnar að það væri allt saman á góðri leið. Spólum aðeins fram í tímann. Við fáum ársreikning fyrir endurskoðun og þá kemur í ljós 4,4 milljarða króna neikvæð niðurstaða og rúmri viku síðan eftir að reikningur farin í endurskoðun þá kemur í ljós að niðurstaðan reyndar neikvæð sem nemur 5,3 milljörðum króna. Hér sjáum við þetta svona myndrænt útkomuspá sem birtist í desember. Það þessi litli blái stubbur, gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu. Svo fáum við reikningin 15. apríl fyrir endurskoðun. Þar komin þessi mikli halli og hann eykst eftir endurskoðun. Rekstra niðurstaðan árið 2025 10 milljörðum króna lakari en árið 2024. Til að vera alveg sanngjörn, það má nú samt benda á að það sem helst hreyfir nálina þarna gjaldfærsla, næstum 10 milljarða króna gjaldfærsla á lífeyriskuldbindingum sem svona sveiflar skýrir þessa sveiflu milli ára, þannig að við getum sagt að staðan í rekstrinum svipuð 25 eins og hún var 24 og áhyggjur okkar sjálfstæðismanna af rekstrinum núna eru þær sömu og þær voru þá. Enda lífeyrisskuldbindingar og gjaldfærsla eða tekjufærsla á þeim, þetta eru bara bókhaldstæknileg atriði sem breyta engum krónur og aura sem við eigum hér í sjóðum til að standa undir verkefnum núna. Við erum að sjá hérna rúmlega 5,6 milljarða króna neikvæða sveiflu frá útkomuspá. Og þetta veldur auðvitað áhyggjum því að við þurfum að geta treyst útkomuspá þegar við erum að gera áætlun fyrir næsta ár. Og þegar við sitjum hér í borgarstjórnarsalnum og erum að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2026, þá byggjum við auðvitað á útkomuspá ársins á undan og við tökum ákvarðanir á grundvelli hennar. Og hér bið ég ykkur að meðtaka þessa tölu, þetta frávikið. Þetta frávikið frá útkomuspá að endanlegri niðurstöðu í endurskoðuðum ársreikningi fyrir árið 2025. Sláandi tala. Ég vil meina að þetta hljóta að vera Íslandsmet í slælegri áætlanagerð og eitthvað þurfum við að gera til þess að lífeyrisskuldbindingar komi ekki aftan að okkur alltaf með þessum hætti. Stundum hefur það verið til góða, við höfum séð það á kjörtímabilinu, stundum hefur það verið til góða hvernig lífeyrisskuldbindingar hafa verið tekjufærðar og menn hafa bara sér á brjóst fyrir ótrúlegan árangur í rekstri. Og svo gerist hið öfuga núna og það vont hvernig það kemur aftan á okkur og við þurfum að finna leiðir til að áætla þetta betur. En hvað gerðist? Nú til að gæta sanngirni að þá hluti af þessari sveiflu frá útkomuspá yfir í endurskoðan ársreikning 3,2 milljarðar króna. Það þessi gjaldfærsla, lífeyrisskuldbindinga, en það ekki öll fjárhæðin. Eftir standa 2,4 milljarðar króna sem að við förum fram yfir þessa útkomuspá. Tölur sem breytast eftir að reikningur endurskoðaður í heild. Og hvað fór úrskeiðis? Við gætum auðvitað, þetta auðvitað ekki allt hlutir frá árinu 2025, eitthvað af þessu gerist núna á árinu, þetta eru birtingamyndir. Við sjáum til dæmis hvernig það er mjög léttvægt fyrir vinstri meirihlutann hér í borginni að fleygja 500 milljónir inn í félagsbústaði í stað þess að hafa kjark til að taka bara erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka til að tryggja sjálfbærni í rekstrinum. Hér eru líka mönnum mjög umhugað eða konum selalaug í húsdýragarði til að mynda. Og svo það sem ég kalla selgæti snúða á rjómæs, en ég hvet ykkur öll til að fara inn í að opna reikninga borgarinnar og kynna ykkur hvað borgin eyðir miklu í selgæti, snúða, rjómæs, gosdrykki, pítsur og annað eins. Þetta hleypur á fleiri 100 milljónum á ári hverju, á kjörtímabili hverju. Nú, hvað breyttist eftir endurskoðun? Því við sjáum að staðan versnaði 900 milljónir króna milli þess að við fáum ársreikning fyrstu drög og svo endurskoðaðan ársreikning. Nú, við sjáum að það kemur inn krafa
vegna byggingar á bílastæðahúsi Landspítalans, nýja Landspítalans, á 450 milljónir króna og þetta var eitthvað sem að menn höfðu ekki reiknað með eða áætlað og svo koma líka færslur vegna Brákaborgar en menn höfðu gert tilraunir til að eignfæra framkvæmdir á Brákaborg í ómiklu mæli langt umfram eðlilegt verðmat á þessari eign og endurskoðendur vildu færa þetta niður og gjaldfæra 435 milljónir sem auðvitað birtingamynd af subbinu hér í rekstrinum og þessu Brákaborgar ævintýri sem hefur auðvitað verið sorgarsaga frá upphafi til enda. Við sjáum líka launakostnaður eykst 18,4% milli ára og þarna inni auðvitað lífeyrisskuldbindingin en menn verða auðvitað að gera sig grein fyrir því að þegar laun hækka mjög að þá hefur það áhrif meðal annars á þessar lífeyrisskuldbindingar. Einn þáttur á mörgum sem hefur áhrif á þær. Rekstrarkostnaður eykst tæp 13% milli ára og þarna liggur auðvitað vandinn og þetta það sem við höfum alltaf bent á. Rekstrarvandi borgarinnar, það ekki tekjuvandi, hér streyma tekjur inn í stríðum straumum, það var enda merkilegt núna að það sem kemur í ljós frá útkomuspá og þar til að við fáum ársreikningi hendur er að útsvarstekjur voru ofmetnar 3 milljarða sem óvenjulegt, yfirleitt þær vanmetnar. En við erum að sjá að útgjaldavöxturinn, hann umfram tekjuvöxtin. Við erum að eyðum efni fram og það bara einfaldur mælikvarði í öllum rekstri, hvort sem heimilisrekstur, fyrirtækjarekstur, rekstur og sveitarfélagi, við eyðum ekki efni fram. Þannig að hérna kristallast vandinn. Við sjálfstæðismenn höfum líka lýst miklum áhyggjum af veikindahlutföllum hjá borginni og við sjáum að fjármála- og áhættustýringarsvið tekur undir og bendir jafnframt á það í gögnum með ársreikningi að veikindahlutföllin á skóla- og frístundasviði séu sérstaklega há árið 2025, 7,9%. Sérstaklega háinn í leikskólanum 9,9% og svo inni á velferðarsviði 8,3%. Nú við sjálfstæðismenn óskuðum eftir því að innri endurskoðun myndi framkvæma úttekt á þessum veikindahlutföllum. Sú tillaga hefur ekki sérstaklega verið samþykkt en ég ræddi það sérstaklega við innri endurskoðun þegar farið var yfir drög að starfsáætlun þeirra fyrir þetta ár og vonandi fer þessi úttekt fram. Það ekki nóg að ráða bara viðverustjóra og málið leyst. Það þarf eitthvað annað og meira inngrip og þetta að okkar mati klár stjórnunarvandi. Það má líka á það benda að hvert prósentustig, ef við skoðum bara veikindahlutföll fyrir borgina alla sem hafa verið yfir 7%, 7,5% eða svo, að hvert prósentustig kostar borgarsjóð tæpan milljarð. Þannig að það til gríðarlega mikils að vinna, auðvitað fyrir starfsfólk líka sem raunverulega veikt, ef við getum dregið úr veikindum þeirra, það auðvitað til mikils að vinna þar, en það líka til mikils að vinna í rekstrinum. Og það sem við höfum auðvitað áhyggjur af og sjáum vísbendingar að það sé líka einhver hópur sem misnotar veikindaréttin og það þarf að koma í veg fyrir. Nú áhyggjur okkar sjálfstæðismanna í rekstrinum þær snúa að því að áætlanir standast ekki, sem verulega vont, útgjöld vaxa umfram tekjur. Við sjáum enga áherslu á hagræðingu eða hagræði eða svona, já, áherslu á að draga saman seglin og setja fókusinn á grunnreksturinn hér. Veikindahlutföllin, þau eru áhyggjuefni. Við höfum auðvitað áhyggjur á skuldasöfnuninni og skuldaviðmiðið það fer hækkandi milli ára og svo það auðvitað samskiptin við ríkið sem eilíft umræðuefni en það eru auðvitað vanfjármagnaðir málaflokkar, við getum öll verið sammála það eins og málaflokkur fatlaðs fólks og það eru fleiri greiðslur sem á eftir að semja við ríkið. En stóra myndin auðvitað að ná sjálfbærni í rekstri. Og hvað þýðir það? Það þýðir bara að skatttekjur og jöfnunarsjóðstekjur þær standi undir útgjöldum. Og við eigum ekki þurfa að treysta á arðgreiðslur frá Orkuveitunni eða einskiptistekjur eins og sölu á byggingarétti eða sölu á perlunni eða hvaða nú til þess að ná okkur réttu megin við núllið. En því miður þá hefur það verið þannig og við sjáum árinu 2025 að þá samanlagðar arðgreiðslur úr Orkuveitunni og sala byggingaréttar þetta 10 milljarðar. Þannig að ef við tökum þær stærðir frá og þá verður rekstrarniðurstaðan ennþá verri. Nú við sjálfstæðismenn leggjum áherslu á ábyrgan rekstur eins og við höfum alltaf gert og við teljum nauðsynlegt að koma böndum á reksturinn strax. Við höfum kynnt, að því við erum nú öll í kosningaham, þá höfum við kynnt okkar kosningaáherslur og við erum með aðgerðaplan fyrir næsta kjörtímabil sem snýr að rekstrinum sem við skiptum niður í 100 daga plan, 12 mánaða plan og 4 ára plan og svo auðvitað okkar framtíðarsýn fyrir reksturinn og aðra þætti auðvitað í þjónustu við borgarana. Við ætlum á fyrstu 100 dögunum að fækka millistjórnendum, leggja niður mannréttindaskrifstofu, þetta bara dæmi.
Á fyrstu 12 mánuðum viljum við ráðast í fjármála- og stjórnkerfisúttekt á borgarkerfinu, bæta áætlanagerð og útgjaldaeftirlit. Við viljum ráðast í sölu eigna og það sem til fellur við þá eignasölu verði notað til að greiða niður skuldir og fjárfesta í innviðum. Við viljum þrýsta á þingið að heimila okkur að fækka hér borgarfulltrúum, en langtímasýnin er auðvitað að reksturinn verði traustur og sjálfbær vegna þess að traustur rekstur er auðvitað forsenda öflugrar grunnþjónustu. Og hér er yfirlit yfir fleiri atriði á okkar verkefnalista. Þessi mynd slæddist þarna óvart inn, en hún má alveg vera. Þetta er glæsilegur frambjóðandahópur Sjálfstæðisflokksins sem ætlar að koma hérna galvaskur inn í borgarstjórnarsalinn eftir kosningar og taka til hendinni. Því það er svo margt sem er hægt að gera strax. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, og Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ekki ánægjulegt að koma hingað í borgarstjórn að ræða ársreikning borgarinnar nú þegar komið í ljós að borgarsjóður hefur tekið 10 milljarða neikvæða sveiflu og niðurstaðan er 5,3 milljarða halli. Við vorum komin á góðan stað á réttri leið, en það þarf pólitíska forystu fyrir ábyrgð í rekstri, og af því að eftir höfðinu dansa limirnir og í svona stóru stjórnkerfi eins og við stýrum hér, þá verður pólitíkin að ganga undan með góðu fordæmi. Og það sem við höfum séð í tíð þessa meirihluta hér er ekki gott. Hér hafa verið lagðar fram tillögur ýmiss konar útgjöld og sumar komist til framkvæmda án umsagnar frá fjármála- og áhættustýringarsviði. Það er eins og fólk taki bara ákvarðanir útgjöld án þess að kanna áhrifin. Og hér var áðan nefnd selalaug. Það er svona ýmislegt sem við vitum að er ekki ákall eftir og í borginni, og það er margt annað sem þarf að gera áður en við förum í slík gæluverkefni. Og svo eru hérna flokkar sem koma fram og viðra hugmyndir sem kosta meira aukin útgjöld, eins og að hætta að bjóða út þrif eða hætta að bjóða út snjómokstur. Og þau tala bara út frá hugmyndafræði en ekki rekstrarlegri ábyrgð. Og allir vita að svona ákvarðanir fælu í sér aukinn kostnað fyrir borgina, og þær krónur færu þá ekki í það að bæta grunnþjónustuna við fólkið. En ég held við ættum bara að vera þakklátt fyrir það að vinstriflokkarnir skuli tala svona opinskátt, af því að það er mikilvægt að kjósendur viti hvernig næsta kjörtímabil verður ef að þessir flokkar halda áfram stjórnartaumana. Þeir hafa ekki haft nægan tíma til að koma öllum sínum viltu hugmyndum til framkvæmda, eins og þetta með að hætta bjóða út þrif og snjómokstur og fara hér að borgarreka allt saman. En það verður líklega niðurstaðan ef að meirihlutinn heldur. Forseti, þetta kjörtímabil hefur einkennst af óstöðuleika í fjármálunum. Það hófst með látum kjörtímabilið, ríflega 16 milljarða halli birtist haustið, en það gekk ágætlega að ná honum niður. Við vorum komin á þokkalega góðan skrið, skiluðum góðum afgangi árið 2024, tæpum 5 milljörðum króna, og þá voru ekki matsbreytingar félagsbústaða sem að réðu því eða tekjufærslan á lífeyrisskuldbindingunni. Hvorugt vóð þar jafn þungt og við sjáum að lífeyrisskuldbindingin og matsbreytingin vegur núna. Það var tæpur milljarður í lífeyrisskuldbindingunni og matsbreyting félagsbústaða var 2,7 milljarðar ef ég man rétt. Þetta var bara gert með aðhaldi í ráðningum, ítarlegri endurskoðun á verkefnum, og svo seldum við eignir sem að skiluðu okkur enn betri niðurstöðu. Og við þurfum að halda áfram á þessari braut. En það er alveg ljóst að ef við ætlum að horfa á Reykjavíkurborg ná sjálfbærni til framtíðar, þá þarf að ráðast hér í róttækari kerfisbreytingar.
Það gengur ekki að reksturinn sé svona viðkvæmur fyrir ytri aðstæðum og það gengur ekki að borgin þurfa að fjármagna svo hátt hlutfall fjárfestinga sinna með lánum. Það verður að fara að borga niður þessi lán sem hafa verið tekin á undanförnum árum. Og þó að við séum með hlutföllin í svona þokkalegu horfi, þá eru bara svo gríðarlega verkefni framundan í fjárfestingum sem tengjast húsnæðisuppbyggingu, leik- og grunnskólar fyrir 20 upp í 100 milljarða bara á næstu 10-15 árum og við þurfum að byrja strax að fjármagna þá. Ártúnshöfði, Keldnalandið, Hallar, Geldingarnes, allt þetta á teikniborðinu og enginn hér hefur hugmynd það hvernig við ætlum að fjármagna þetta. Við gerum það ekki ef við erum í hallarekstri. Þannig að ég hef áhyggjur af því hvernig við stöndum og ég held við gleymum því hvað það kostar að skulda. Ég myndi ykkur fjárfestinga getu borgarinnar ef við værum ekki að borga milljarða í vexti af lánum á ári. Við þurfum að draga úr lántöku, greiða niður skuldir, draga úr vaxtakostnaði, ráðast í kerfisbreytingar, bæta reksturinn við meira aðhaldi og styrkari stjórn. Og við höfum séð að það vel hægt að ná miklum árangri mjög hratt með rekstur borgarinnar og það verkefnið á næsta ári. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Alexandra Brím, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, borgarstjórn, aðrir góðir áheyrendur. Eins og borgarstjóri fór yfir hér í ræðu sinni, þá þetta, þegar öllu á botninn hvolft, býsna góður ársreikningur, áhugaverður. Árið 2025 var náttúrulega fjörugt eins og við munum og eins og fyrrum borgarstjóri Einar Þorsteinsson fór líka yfir í sinni ræðu. Fjárhagsáætlunin auðvitað var skrifuð 2024 í þáverandi meirihluta sem svo var slitið við dramatískan undirleik tónlistarhátíðar sem í gangi væri í Ráðhúsinu á sama tíma. Það var gaman. Og við tekur nýtt 5 flokka samstarf, nýr borgarstjóri, mikill metnaður, lítill tími, mikill metnaður. Og við erum búin að taka stór skref á þessu ári, til dæmis með uppbyggingarsamningi með ASÍ og fleirum á höllunum, samningi við ríkið uppbyggingu 1400 íbúa á ríkislóðum sem var undirritað í morgun. Við erum búin að efla félagsbústaði 800 milljón krónur á þessu ári. Við erum að halda áfram kröftugri leikskólauppbyggingu, við erum að klára breytingar á rekstrarfyrirkomulagi almenningssamgangna. Við samþykktum nýja borgarhönnunarstefnu sem að ég tel nauðsynlegt millistykki í því að tryggja að nauðsynleg húsnæðisuppbygging innan byggðarmarka og þétting byggðar geti verið manneskjuleg og falleg og í sátt við þá byggð sem fyrir er. Það svona ákveðin nauðsyn ef við ætlum að gera þetta vel, þannig að allir geti verið sem sáttastir. En að mikilvægasta að við erum með metnað. Við erum að byggja betri borg, við höfum framtíðarsýn, við höfum hugsjón, við erum að gera betur og við viljum gera betur. Við erum ekki bara til að vera í rekstri, þó svo að reksturinn sé mikilvægur. Að ársreikningnum, stóra málið auðvitað að lífeyrisskuldbindingar eru mikið hærri tala heldur en á horfðist árið 2024 þegar verið var að útbúa fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar vegna R-deildar brúar lífeyrissjóðs nam 9,9 milljörðum á árinu. Og þessa miklu hækkun má einkum rekja til þess að vísitala lífeyrisskuldbindinga sem mælir launaþróun á opinberum markaði og skylt að nýta við tryggingafræðilegt mat áfallinna skuldbindinga hækkaði 11,7% á árinu 2025. Og á móti kemur að eignir sjóðsins samkvæmt sama tryggingafræðilega mati standa í stað á milli ára, öfugt við árið 2025 og þar sem að raun ávöxtun þeirra undir 3,5% samkvæmt bara þessum reglugerðum skyldutryggingu lífeyrisréttinda.
En veltuféð 6,9%, það bæting milli ára og það ýmsar af þessum tölum eru bara í sjálfu sér góðar. En það erfitt að takast á við framreiknaðar lífeyrisskuldbindingar sem erfitt að sjá fyrir og reikna út fyrirfram. Það bara einfaldlega erfitt að búa til áætlanir sem geta gert ráð fyrir þessu. Ég held að við séum öll svolítið bara þar. Og vísitalan sem mælir þessa launaþróun á opinberum markaði, hún hækkaði 11,7%. Gjaldfærslan á árinu nam 9,6 milljörðum í A-hluta og sem þetta var 3,2 milljörðum yfir áætlun í A-hluta, en þessi áætlun var náttúrulega uppfærð á miðju ári. Í upphafi árs var gert ráð fyrir að lífeyrisskuldbindingar yrðu 2,9 milljarðar og mér þetta einfaldlega gaman að sjá þá borgarstjórn sem gæti sett saman fjárhagsáætlun sem hefði innbyggt svigrúm til að takast á við sveiflu tæpa 7 milljarða innan ársins. Upplýsingarnar sem við byggjum þetta mat á yfirleitt ekki komnar fram fyrir á vormánuðum, svo að tækifæri til þess að bregðast við eða skera niður eða draga saman segl annar staðar einfaldlega mjög takmarkað líka. Þetta skrítin staða og ég tel að til framtíðar hvaða borgarstjórn sem tekur við hérna í maí muni þurfa að skoða það svolítið bara með hvaða hætti þessar tölur koma inn í ársreikninga. Auðvitað eigum við að gera þetta. Við verðum að reikna með lífeyrisskuldbindingunum. Það miklu skárra að taka þetta strax heldur en að láta þetta safnast upp sem einhverja risa snjóhengju sem að sum sveitarfélög höfðu verið að gera hérna fyrir einhverjum árum síðan. Og það ekki leið fram á við, sko. Það verður að gera þetta með einhverjum hætti. En það verður líka að vera einhvern veginn meiri fyrirsjáanleiki eða einhvern veginn tekið inn öðruvísi í bókhaldi heldur en bara að einhver sem ekki að lesa nógu djúpt haldi að við höfum farið á eitthvað eyðslufyllir í sem var ekki það sem gerðist. Já, það kemur líka óvænt inn að 450 milljón króna færsla vegna samnings við ríkið vegna Landspítalans sem var gerður 2004 og ég held ekki að neinn hafi séð fyrir að myndi dúkka upp núna og það kemur inn í þetta líka. Og ég kannski svara stuttlega þeirri gagnrýni sem kemur reglulega frá Sjálfstæðisflokknum og fleirum að matsbreytingar félagsbústaða það kannski eitthvað svona óraunverulegt við að það komi inn í útreikningin þó svo þetta sé raunverulega verðmæti sem við raunverulega gætum selt ef við vildum. Þetta eru verðmæti sem við eigum. Lán sem að félagsbústaði geta tekið miðast við þetta verð og eignirnar sem við höfum til að standa undir þjónustu félagsbústaða miðast við þetta verð. En þetta er að minnsta kosti ekkert óeðlilegra að það sé inn í ársreikningnum heldur en fyrirfram reiknaðar lífeyrisskuldbindingar sem eru að minnsta kosti ekkert raunverulegri stærð. Þannig að svo því sé haldið til haga. En það eru sem sagt nokkur áföll inn í þessum ársreikningi en reksturinn í það heila sterkur. Sviðin og B-hlutin eru yfir það heila að halda sig innan ramma. Rekstrarlíkön grunnskóla og leikskóla og skóla- og frístundasviði að sanna sig. Sömuleiðis gengur rekstrarlíkan þjónustu- og nýsköpunarsviðs vel. Auðvitað þarf að halda áfram að vinna þessi líkön eftir sem reynsla safnast en þessi aðferðafræði að gefast vel og ég held að hún hefði bara algjörlega sannað sig. Og það sem skiptir mig máli að þrátt fyrir allt þetta þá erum við að veita öfluga þjónustu. Við erum að fjárfesta í skólum, í samgöngum, í uppbyggingu fyrir fólk. Ég ætla aðeins að leyfa mér að fara yfir tölur af þjónustu- og nýsköpunarsviði þar sem ég var í formennsku í stafræna ráðinu töluverðan hluta ársins 2025. En stafræna þjónustuumbreytingin heldur auðvitað áfram og hún hefur sannarlega sannað sig. Við erum núna að mæla 1,7 milljarð í sparnað árlega, bara fjárhagslega. Það fyrir utan pappírinn sem sparast, fyrir utan aksturinn, fyrir utan tíman og fyrir utan kolefnissporið. Og fjárfestingin sem við setjum í þetta, hún auðvitað nokkur, en höfum samt í huga mjög margt af því sem við erum að kaupa eru kerfi sem við þyrftum hvort þið að kaupa. Þyrftum hvort þið alltaf að vera með bókhaldskerfi. Við þyrftum hvort þið alltaf að vera með viðmót sorphirðu eða leikskóla eða umsóknarkerfi fyrir fjárhagsaðstoð eða þjónustukerfi fyrir börn í skólaþjónustu eða eitthvað svoleiðis. Þetta snýst það að gera þetta vel, nýta peningana vel til þess að nýta tíma starfsfólks, tíma borgarbúa
og peninga vel og betur. Það er svona ákveðin bestun á því sem við höfum. En á þessu sviði reksturinn nokkurn veginn í jafnvægi. Stærstu liðurinn sem fer fram úr áætlun upplýsingatækniþjónustan, en það skýrist á því að sá kostnaður verður til vegna aukera umsvifa á öðrum sviðum sem að þessi skrifstofa á erfitt með að stjórna, og tekjurnar aukast líka, en þær tekjur koma að sama skapi mest af öðrum sviðum í gegnum rekstrarlíkanið. Þannig að ég held að til framtíðar þurfum við að breyta hvernig við reiknum upplýsingatækni þjónustu kostnaðinn. Það pínu skrítið að hann lendi alltaf í umframkeyrslu þegar að það fyrir séð að ef við opnum nýjan skóla eða nýja starfsstöð einhvers staðar þá verður aukinn upplýsingatækni kostnaður, og ef það ekki gert ráð fyrir honum á staðnum sem rekur þá starfsstöð og það ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni til þjónsins vegna þessa starfskostnaðar, þá augljóslega gerist það að þetta fer út fyrir kostnaðaráætlun. En já, síðustu árin hafa einkennst mjög af því að takast á við áföll, og það hefur þurft að taka mikið af erfiðum ákvörðunum til að gæta ábyrgðar og tryggja langtíma afkomu borgarinnar, og það nauðsynlegt, það þarf að gera það áfram. Innan þess ramma hugsjón og framtíðarsýn nauðsynleg. Áður en ég fer út í það, þá ætla ég að koma aðeins inn á strætó. Strætó auðvitað í ágætis málum miðað við fyrri ár. Við fórum yfir ársreikning á aðalfundi strætó fyrir nokkrum vikum síðan, og það kemur auðvitað inn þetta með lífeyrisskuldbindingarnar, en almennt séð strætó í ágætis málum. Við erum náttúrulega, eins og við farið yfir bæði í öðrum, þegar við vorum farið við fjárhagsáætlun og í öðrum ræðum, þá erum við náttúrulega að breyta rekstrarfyrirkomulagi strætó, og nú búið að færa töluvert af starfsemi yfir í almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins, og mun meira af því verður fært þangað í byrjun júní. Þannig að í rauninni upp úr miðju ári verður strætó í raun bara með sjálfan aksturinn, og verður með þá þjónustu svona 2,5 ári viðbót meðan verið að útbúa útboð og koma því í gang. Og það bara hlutið af því sem var samið í samgöngusáttmálanum og í samkomulaginu hvernig við skiptum rekstri borgarlínu og strætó milli ríkisins og sveitarfélagana. En þetta búið að vera rosalegt verkefni í strætó, og það búið að vera mikið af fundum hvernig við metum eignir og hvenær við færum hvað, og hvernig þetta best að bókfæra, og hver fær þessar tekjur og borgar hinum og eitthvað svoleiðis, og það þarf að passa það að þetta sé ekki þetta sé sett akkurat. Það þarf að passa það að þetta standist Evrópureglur, það þarf að passa að þetta standi íslensk lög, og það þarf að passa bara að þetta sé það sem við viljum fá. En þetta hefur gengið vel og allt á áætlun núna. Og ég bara, þakka starfsfólki og stjórnendum og stjórn í strætó fyrir gott samstarf á þessum árum sem ég hef fengið að vera í stjórnarformennsku. Þetta áhugavert og skrítin upplifun einhvern veginn að vera að upplifa sig að pakka saman fyrirtæki, en við erum líka að pakka því saman til þess að gera eitthvað stórt og fallegt stærra sem borgarlínan, og það verður spennandi. Við erum búin að fara í mikla eflingu þjónustu á árinu 2025 hjá strætó. Tíðnin var aukin mikið, þjónustutíminn lengdur, og það var farið í snertilausar greiðslur, og í rauninni hefur þjónusta strætó batnað meira á árinu 2025 heldur en ég man eftir að hún hafi nokkurn tíma gert áður. Ég veit ekki, mögulega þegar að strætó tók við af SVFR eða eitthvað, ég veit það ekki, en ég held að þessi árið 2025 sé tímamóta ár þegar kemur að þjónustu aukningu, og samt erum við bara að byrja. Við erum núna með í vinnslu, ég gerir það fyrir að við fáum inn í borgarráð á 5. allavega svona, hvað segjum við, bráðabirgða áætlun fyrir það hvernig við ætlum að útvega grunnskólabörnum ókeypis í strætó í sumar. Það verður spennandi að sjá. Það líka stórt verkefni, og það bara virkilega gaman að hafa fengið að starfa við almenningssamgöngur með þessum hætti og fylgjast með þeim og taka þátt í að framþróa þær. Því að þó að reksturinn sé mikilvægur, þá fór ég ekki í pólitík til að stunda hreinan rekstur.
Og ég vil meina að innan þess ramma auðvitað þurfum við að passa upp á reksturinn og auðvitað þurfum við að passa upp á reglurnar og lögin og allt það. Þá nauðsynlegt að hafa hugsjón og framtíðarsýn. Og ég trúi því að Reykjavíkurborg sé eitthvað meira heldur en bara þjónustu aðili eða aðili á markaði. Ég trúi því að Reykjavíkurborg sé eitthvað meira en bara ríkisstofnun eða ríkisvald eða eitthvað opinbert. Og fátt fer meira í taugarnar á mér en svo hugmynd að reka í borgina eins og fyrirtæki. Borgin ekki fyrirtæki. Auðvitað verðum við að fara vel með peninga. Við verðum að gæta þess að fara að lögum. Við verðum að passa að fara vel með það sem við eigum og það sem borgarbúar eiga. En borgin ekki fyrirtæki. Hún sameign borgarbúa. Við erum hér í trausti fyrir borgarbúa. Reykjavíkurborg sameiginlegt, lýðræðislegt verkfæri borgarbúa til þess að framkvæma það sem að borgarbúum finnst mikilvægt að sé gert. Við erum lýðræðisvettvangur og við höfum umboð og ábyrgð á því að taka ákvarðanir út frá hugmyndafræði, út frá hugsjón, út frá einhverju sem við teljum að bæti samfélagið á hátt sem fyrirtæki á markaði gæti aldrei réttlætt fyrir hluthafafundi. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og það þýðir ekki að við höfum ekki að sýna skynsemi í rekstri. Það þýðir bara að þessi hugsjónarháttur að borginni vera rekin eins og fyrirtæki mér eitur í beinum. Það þýðir bara að verkefnið okkar eitthvað annað og meira heldur en bara að stunda rekstur og veita þjónustu. Þó auðvitað við að gera það líka. Ef borgin væri bara fyrirtæki, þá myndum við umsvifalaust leggja niður alla starfsemi sem ekki annaðhvort lögbundin eða rekin með hagnaði. Það hlýtur að liggja í augum uppi. Þá myndum við loka sundlaugunum, hætta stuðningi við samtök og félög, hvort sem að þau eru góðgerðarsamtök eða íþróttafélög. Við myndum annaðhvort loka leikskólunum eða tífalda leikskólagjöldin. Ég vil ekki gera neitt af því. Auðvitað þurfum við stundum að skoða hvort að við erum að styrkja réttu hlutina eða eitthvað en við eigum að gera eitthvað annað og meira heldur en bara að reka fyrirtæki. Ég held meira sé að flest þau sem tala að reka borgina eins og fyrirtæki séu ekkert að hugsa að gera þessu hluti heldur, bara svo það sé alveg á hreinu. Þau vita alveg að þetta meira heldur en það. Þessi orðræða held ég bara einhvers konar afsökun fyrir því að hætta þeim tilteknu verkefnum sem að þeim sjálfum hugnast ekki og stilla því upp eins og það sé ábyrgð og einhvers konar svona, ég bara markaðstýpa að reyna að reka fyrirtæki vel eitthvað, þegar í rauninni langar þeim bara ekki að setja peninga í einhverja tiltekna velferðarhugsjón eða samfélagshugsjón. En ég elska þessa borg. Það hafa verið forréttindi að fá að þjóna borgarbúum sem borgarfulltrúi síðustu 8 árin. Og ég vonast til þess að fá tækifæri til að gera það áfram. Þetta starf sem að kemst inn í heilan á manni og hjartað í manni og sálinn í manni. Ef maður trúir á það sem maður að gera, ef mann virkilega varðar hvernig farið með fé og eigur borgarbúa, hvernig þjónustu verið að veita, hvað við stöndum fyrir, hvað við erum að gera hérna, þá svo auðvelt að finna ástríðu fyrir meira sé einhverju sem að venjulegu fólki sem vinnur ekki við þetta dagstaglega myndi þykja hræðilega leiðilegt. Eins og bara framreiknaðar lífeyrisskuldbindingar. Hver myndi nenna að tala það ef að mann varðaði ekki raunverulega það sem í gangi hérna í borginni? Venjulegt fólk ekki að stilla á borgarstjórn á þriðjudegi til þess að heyra það. En þetta mikilvægt. Og okkur finnst þetta mikilvægt, öllum sem hérna, vegna þess að ég held að við elskum öll þessa borg og þetta verkefni sem við höfum fengið í fangið. Ég trúi því að Reykjavíkurborg sé mikilvæg. Hún meira heldur en bara eitthvað rekstrarbatteri. Hún mannréttindaborg. Hún borg vísinda, borg menningar, lista. Hún borg barna og aldraðra. Hún borg innflytjenda. Hún borg afkomenda landnámsmanna. Hún borg velferðar og hún borg þjónustu. Hún borg hugsjóna.
Reykjavík er ljósi í myrkrinu og ég vil að hún sé það áfram. Hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað veita andsvar og það er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, takk fyrir. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir þessa ástæðujátningu til borgarinnar. Ég skil vel að hér er að ræða tilfinningar í svona lokafasa borgarstjórnar þessa kjörtímabils. En ég spyr, auðvitað borgin fyrirtæki? Við getum ekki lokað augunum fyrir því ef hún væri ekki fyrirtæki á væri við getum með ásreikninga, þá þyrftum við ekki að gera neitt af þessu sem við erum að gera hér, ekki einu sinni áætlanir eða neitt. Það er til gríðarlega mörg félagaform fyrirtækja og mörg þeirra eru þannig að þau eru samvinnuform og ég veit ekki hvað. Og það gera fyrirtæki margt umfram það sem þau eiga að gera vegna hagnaðar. Mér langaði að spyrja, og bara ég kann að meta þessa ástæðujátningu, en mér langaði að spyrja, ef borgin er ekki fyrirtæki, hvað er hún þá og á hverju, ég skildi ekki, hvað ertu að reyna að segja, hvað er svona vont við það að borgin sé fyrirtæki og hvers slags andstæða er það þá bara við allt sem þú tíndir upp, menntaborgina og barnaborgina og mannréttindaborgina og allt. Þarna mætist þetta og það þá að mætast fyrirtækjaformið annars vegar sem er ægin og umgjörðin sem við búum við og hins vegar allur metnaðurinn og ástríðan sem borgarfulltrúin hefur sem er bara frábært Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar, svara þá ansvari Alexandra Brím borgarfulltrúi. Auðvitað er borgin á einhverju leveli með leyfi forseta rekstrar aðili og við þurfum auðvitað að nota þessi form til þess að halda utanum það sem við höfum og það sem við eyðum og það sem við græðum og það sem við fjárfestum í. Ég mótmæli því ekki, en hún er meira heldur en fyrirtæki. Hagnaðurinn okkar kemur fram í mörgu öðru heldur en í tekjuafgangi ársins. Hagnaðurinn okkar kemur fram í framtíðinu sem við sköpum fyrir íbúa, í menningunni sem við sköpum, í vísindunum sem við stundum, í bara samfélaginu sem við búum til. Og það eru hlutir sem verða ekkert endilega metnir til fjár. Mér finnst það bara mjög mikilvægt að þó svo að við auðvitað meðtökum það að við búum í ákveðnu samfélagi með ákveðnum fjárhagslegum reglum og það er rétt að við notum þau tæki til þess að stjórna þeim peningum sem við eigum og fjárfesta og þannig, þá er markmiðið ekki eins og í fyrirtækjarekstri bara ávöxtun sem sagt fjárfestingar eigenda eða þannig. Markmiðið er að reka góða borg. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við að svara ansvari veitu það ansvari sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta. Ég er alveg sammála þessu. Auðvitað er afsprengi þess að við erum að gera stórkostlegt. En ég bara minnst leiðilegt að heyra hvernig við draugum alltaf fram að það að vera fyrirtæki þá sé eina markmiðið er hagnaður. Það er af og frá. Við erum bara með fullt af formum af fyrirtækjum sem er að gera stórkostlega hluti. Sem dæmi, félagsbústaðir sem er þó HF fyrirtæki, sem búseti sem er samlagsfélag ef ég man rétt. Það er endalaust að telja svona upp. Þannig að mér finnst bara leiðilegt að heyra hvernig það er einhvern veginn alltaf gert eitthvað neikvætt við það að vera fyrirtæki. En hins vegar er ég alveg 100% sammála borgarfulltrúanum þegar kemur að hvað það er mikilvægt að við fáum alls kyns aðra niðurstöður og það er það sem við erum öll svo stolt af. Þannig að ég ætla ekki að fara að argaþrasast meira. Ég átta mig alveg á því hvert borgarfulltrúin er að fara, tek undir játninguna, hef gaman af því og ber virðingu fyrir því. En ég bið samt það að við gerum ekki einhvern veginn strax einhverja grílu úr því bara að vera í rekstri. Það er ekki andstæðan við því að gera gott. Þá er ansvörum lokið undir þessa ræðu. Já, forseti býður þá borgarfulltrúa að gefa merki með spjaldið. Forseti getur ekki alltaf lesið í sviprið á borgarfulltrúum. Svara ansvariður sinni Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, já, ég er nú ekki í einhverju hatri við fyrirtæki sem slík og ég veit það að þau eru mörg og misjöfn og rekin í alls konar sjónarmiðum og geta gert ýmislegt jákvætt. Það sem ég á við er að tilgangur borgar er meira heldur en það sem maður les úr ársreikningi og ég held að við Lóa séum alveg sammála það þar sé að
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, erum sem alveg sammála það á endanum. Ég held bara að við kannski leggjum misjafnan skilning og það sem ég kannski var meira, ég var ekki kannski beinlínis að tala sko, fyrirtæki eru svo slæmt hugtak. Meira bara þegar að fólk talar það opinberlega á framboðsfundum og fleira, þau þurfa að reka borginu svo fyrirtæki, þá felast í því einhvers konar skilaboð að yfirleitt eigi að hagræða niður eða hætta þeim rekstri sem er ekki lögbundin eða tekjumyndandi. Og þeir sem að fara inn í pólitíkina til þess að koma þar inn með svokallaða fyrirtækja hugsun eru yfirleitt ekki með þessa jákvæðu sín á fyrirtækja hugsununa sem að Þórdís Lóa lýsir hérna. Þá andsvörum lokið þessari ræðu og næsta. Forseti og borgarstjórn, ég get fullvissað ykkur að borgarfulltrúinn sem hér stendur mun ekki tala í 75 mínútur. En ég ætla að tala velferðarsvið í dag og hvernig árið 2025 leit út og helstu strókurnar og einblína það. En þegar við skoðum reglubundinn rekstur sviðsins með bundnum liðum þá nam hann rúmum 48 milljörðum og reksturinn var 127 milljónum króna umfram fjárheimildir sem er 0,3% eins og borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir fór hérna yfir áðan. Fjárhagsaðstoðin, hún var innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var það líka, en rétt að vekja athygli borgarstjórnar á því að allir sem að uppfylla skilyrði í reglum þessa greiðslur fá slíkt, það er ekkert eitthvað svona þak á því hvað það varðar. Nú, rekstur sviðsins án bundinna liða 44 milljörðum 406 milljónum og var því 1,8 milljarði umfram fjárheimildir eða 4,1%. Frávik, það skýrist helst af rekstri Barnaverndar Reykjavíkur sem var rúmum milljarði umfram fjárheimildir eða 33% og svo er málaflokkur fatlaðs fólks 673 milljónum króna umfram. Ég vek athygli borgarstjórnar á því að í mars á þessu ári þá var undirritað samkomulag milli ríkisins og sveitarfélaga fjármögnun kostnaðar við búsetu barna með fjölþættan vanda og með samkomulaginu þá var ríkið skuldbundið til þess að auka framlag til sveitarfélaga fyrir tímabilið 1. júní til 31. desember 2025 1,7 milljarð króna á landsvísu vegna kostnaðar sem fellur til við vistun barna með fjölþættan vanda utan heimilis. Og heildarframlag ríkisins til allra sveitarfélaga var 2,2 milljarðar fyrir árið 2025. Þannig að framlag frá mennta- og barnamálaráðuneytinu til Reykjavíkurborgar í lok árs 2025 það var 934 milljón króna vegna barna sem hafa fengið þá staðfestingu á vistun utan heimilis af svokölluðu sérfræðingateymi sem að metur þetta sem að er starfrækt á grundvelli 20. greinar laga númer 38/2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og við fjöllum þetta í velferðarráði 15. apríl síðastliðinn þar sem að minnisblað liggur fyrir stöðumála varðandi börn með fjölþættan vanda og það er aðgengilegt öllum og þar fjöllum við einmitt mikilvægi þess að þessi brýnt að ljúka samningsferlinu þannig að Reykjavíkurborg fái fulla greiðslur fyrir þau börn sem eru í þjónustu árinu 2026 og að skilgreining verði ekki þrengd á milli ára. En þess má geta að á þessu ári að þá höfum við samþykkt auka fjárveitingar til barnaverndar og svo ætla ég aðeins að fara hérna yfir tekjur velferðarsviðs og þegar við skoðum þær að þá voru þær 810 milljón króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 9,6% og frávikið skýrist helst af framlagi frá ríkinu upp á 934 milljónir sem ég var að fjalla og það var ekki búið að áætla fyrir því. Laun og launatengd gjöld voru 2,2% umfram fjárheimildum eða 719 milljón króna og þessi frávik þau skýrast helst af búsetuþjónustu
og dagþjónustu sem þarna 47 milljónir króna umfram. Svo stuðningsþjónustan og hjúkrunarheimili. Velferðarsvið greiddi fyrir 2420 stöðugildi árinu 2025 en áætlun gerði ráð fyrir 2470 stöðugildum og yfirvinnustundir voru 22.267 tímar að meðaltali á mánuði á árinu en áætlun gerði ráð fyrir að yfirvinnutímar væru 15.809 tímar að meðaltali á mánuði en það samsvarar 42 stöðugildum á mánuði. Meðal veikindahlutfall, það auðvitað eitthvað sem þarf að halda áfram að svona rýna í og sjá hvernig meta mitt árangur aðgerða sem hafa verið innleiddar, en það var 8,3% en sem var lækkun 0,2% frá árinu 2024. Langtímaveikindin voru 2,8% á árinu. Annar rekstrakostnaður, hann var 1,8 milljarði umfram fjárheimildir og það eru frávikin sem ég nefndi með vistun barna og ungmenna utan heimilis með fjölþættan og ég vil sérstaklega hér draga fram klausuna hjúkrunarheimili sem voru 77 milljónir króna umfram fjárheimildir eða 26% og þar undir eru droplaugastaðir. En á droplaugastöðum þá rekur Reykjavíkurborg hjúkrunarheimili og fær til þess greiðslur daggjalda samkvæmt útreikningum Sjúkratrygginga Íslands og á heimilinu þá veitt heilbrigðisþjónusta, sjúkra- og iðjuþjálfun auk félagsstarfs og miðað því að tryggja öryggi, velferð og lífsgæði íbúa. Reykjavíkurborg hefur greitt talsvert háar upphæðir síðustu ár til að halda rekstri droplaugastaða gangandi umfram innri leigu og kostnaður Reykjavíkurborgar vegna þessa reksturs hann á aðeins að vera í formi innri leigu húsnæðis. Annar rekstur hann á rúmast innan daggjalda frá ríkinu og vistgjalda frá íbúum og það hefur verið farið í hagræðingar aðgerðir og þarna og það er gert ráð fyrir að þær skili 55 milljónir krónum á ársgrundvelli og geta upplýst borgarstjórn að fyrstu 2 mánuði ársins 2026 og þá er rekstrarniðurstaða droplaugastaða 32,6 milljónir króna innan fjárheimilda tímabilsins. Þannig að uppfærð áætlun fyrir þetta ár gerir ráð fyrir reksturum verði innan fjárheimilda. Og svo ég nefni aðrar aðgerðir sem velferðarsvið hefur farið í og þá má nefna með rekstur dagdvala á Þorrarseli, þá sögðum við að það væri ríkisins að halda utan þetta og eðlilegt að þau geri það og þá hafði þau einnig óska eftir húsnæðinu á Vesturgötu til að stækka heilsugæsluna fyrir hverfið en það eru almenn dagdvalarrými. Þannig að þetta er í ferli. En svo vildi ég bara aðeins fjalla í víðara samhengi að þá er sérstaklega gott að við höfum eflt velferðina með því að forgangsraða fjármunum í uppbyggingu húsnæðis fyrir tekjulága hópa og stutt við leigjendur sem greiða hátt leiguverð svo örfá dæmi séu nefnd af því sem við höfum verið að gera hér síðasta árið. Og það er þannig að það er auðvitað mín sýn og ég veit að það er sýn fleiri hér í salnum að við bætum grunnþjónustuna með því að investa fleiri verkefnum. Reykjavíkurborg er auðvitað stór vinnustæður sem á að bera hag starfsfólk síns fyrir brjósti og tryggja öllu starfsfólki sínu mannsæmandi kjör, starfsaðstæður og aðbúnað og það er skilvirkara fyrir okkur öll að stefna að aukinni innvistun starfa, sérstaklega ræstinga starfsfólks og þetta höfum við nú fjallað í forsætisnefnd á árinu sem við höfum verið hér, þar sem við höfum fengið mjög góðar kenningar. Það er auðvitað kom ekki sem sérstakur liður inn í ársreikning en mér finnst það eðlilegt að ávarpa þetta aðeins hér. Og svo að lokum vil ég þakka öllum sem að hafa tekið saman þessi gögn og útskýrt þetta. Það er mikil vinna á bak við þetta og þakka borgarstjórn fyrir samstarfið á síðast liðnu, ég vil segja árum. Takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sinni hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi. Já, forseti,
Mér langar ekkert að gera sérstakar athugasemdir við ræðuna, hún var fín. Það bara þetta orðarlag sem stingum alltaf. Ég mikið, þegar ég satt í velferðarráði, þá talaði ég mikið barnaverndina og þurftum að áætla þar. Og mér finnst svo sárt að heyra að barnavernd fór tæpan milljarð fram úr fjárheimildum. Það var hreinlega bara van áætlað. Það var vitað að árið á undan var kostnaður við vistun barna rúmir 2 milljarðar og svo áætlaður 1,5 og þá svona nokkurn veginn vita mál að það yrði farið fram úr. Þannig að þú veist, það er ekki hægt að kenna barnaverndinni beint það að fá vonda áætlun. Þannig að langaði bara svona að leggja áherslu á það. Þá hefur Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá ansvari Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta góð athugasemd hjá borgarfulltrúanum. Það þessum borgarfulltrúa hér ekki tamt að tala í svona fjárhagslegri orðanotkun að eitthvað að fara fram úr fjárheimildum og allt sé með leyfi forseta excelað niður í númer. Auðvitað þetta ákveðin áætlun sem gerir ráð fyrir starfsemi sem auðvitað byggð á ákveðnum tölum og gögnum og upplýsingum en ég bara ítreka mitt að við höfum aukið fjármagn til barnaverndar en takk fyrir ábendinguna. Borgarfulltrúi Sanna, en kæru borgarfulltrúar og náttúrulega hinn miklu fjöldi sem fylgist spenntur með ársreikning borgarstjórnar. Ársreikningurinn í raun, það sem ég segi hérna á hverju ári með leyfi forseta, la película del año pasado og sletti hér á minni frábæra stórkostlegu spænsku, en ársreikningurinn bíómynd. Bíómynd síðasta árs. Handritið fjárhagsáætlun. Og ég tók þátt í að skrifa handritið haustið 2024. En ég tók sannarlega ekki þátt í að búa til þessa bíómynd ársins 2025 sem við stöndum frammi fyrir núna. Segjum hlutina bara eins og þeir eru, því að niðurstaðan alveg skýr. Tekjurnar stóðust nokkurn veginn, en gjöldin gerðu það ekki. Já, svara símanum, það betra. Þegar ég stóð hérna í pontu og kynnti fjárhagsáætlun 2025, það gerðum við hérna í desember 2024, þá talaði ég stöðugleika. Ég talaði að við yrðum að sýna ábyrgð. Og ég talaði það að við værum farin að sjá árangur af markvissri fjármálastjórn. Og ég stend ennþá við þau orð. En sú fjárhagsáætlun sem var lögð fram þá var afrakstur mikillar vinnu og erfiðra ákvarðana, en samt settu við skýra stefnu. Borgarsjóður var þá í umtalsverðum halla eftir nokkur erfið útgjaldar ár sem öll þekkja hér inni. Við vissum að það þyrfti að snúa við rekstrinum, ekki með einhverjum skyndilausnum, heldur með festu, aga og langtímasýn. Og kjarni fjárhagsáætlunar 2025 var einfaldur. Við lögðum upp með í kringum 20 milljarða tekjur, gjöld upp á 217 milljarða og halla upp á 7 til 8 milljarða króna og ég að tala A-hlutan. Þetta var ekki fullkomið, alls ekki, ég veit það alveg, en þetta var samt niðurstaða í átt að betri jafnvægi og við vorum þá búin að taka stór skref í að bæta fjárhagshag borgarinnar eftir erfið ár. En til þess að ná þessum árangri sem við vildum, þá þurftum við að fara í aðgerðir sem voru alls ekki einfaldar og alls ekki vinsalar. Og ég segi við af því að það sannarlega ekki árangur eins flokks að gera fjárhagsáætlun eða að standa hér með skýra stefnu og sameiginlega sýn, heldur samvinna eins og við öll þessi tækifæri sem við erum að stýra borgin, þá það samvinna meirhlutans sem skiptir máli. Ekki einn borgarstjóri, hvort sem hann var frá Samfylkingunni eða Framsókn. Alls ekki, heldur var þetta samvinna meirhlutans í þessa átt sem við lögðum upp með haustið 2025. Við réðumst í aðgerðir. Umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir, skýrar línur í launakostnaði, héldum aftur að fjölgun stöðugilda
og við forgangsröðum lögbundinni þjónustu. Við tókum ákvarðanir sem höfðu áhrif. Þær voru ekki vinsalar, en þær voru nauðsynlegar. Og ábyrg fjármálastjórn, hún snýst ekki að gera það sem auðvelt, hún snýst að gera það sem þarf að gera og við verðum og viljum sjá árangur. Og við sáum betra veltu fyrir rekstri, minni þörf fyrir lántöku og skýrari yfirsýn yfir reksturinn með nýju mælaborði. Og þetta allt saman gamlar fréttir sem ég að segja ykkur. Enda eru við að horfa á árið í fyrra. En við vorum þarna að byggja upp grunn fyrir stöðuleika. Fjárhagsáætlunin er nefnilega ekki eitthvað plagg sem þarf að samþykkja og gleyma svo bara strax í upphafi árs. Fjárhagsáætlun er stefna, hún er leiðarvísir hvað við ætlum að gera og hvað við ætlum ekki að gera og síðast en ekki síst er hún loforð okkar inn á markaðinn það hvernig við ætlum að reka borgina. Og þetta loforð inn á markaðinn er nefnilega miklu mikilvægara heldur en við gerum okkur grein fyrir því að það er þangað inn á markaðinn eins hræðilegur og hann nú er. Það er þangað sem við förum til að sækja peninga. Ég hef alltaf staðið fyrir því að sýna aga og ábyrgð í fjármálum borgarinnar og ég veit alveg að ég er ekki alltaf skemmtileg og ykkur finnst ég hundleiðileg stundum þegar ég kem hérna upp og held langar og leiðilega ræður fjármál. Ég vona að ég hafi nú oft verið svona pínlítið gáfuleg en þetta er samt sem áður það sem er svo mikilvægt. Leið og við viljum reka fallega og góða borg eins og ástæðjátning borgarfulltrúans Alexandru Brím kom inn á hér áðan þá þurfum við líka að sýna ábyrgð í rekstri. Það er bara þannig eins ósexy með leyfi forseta eins og það nú er. En þá komum við að kjarna málsins. Þegar við höfum ársreikning hér í dag þá blasir við okkur allt önnur mynd en við lögðum upp með haustið eða í desember 2024. Og það kom ekki í minn hlut eða okkar í Viðreisn okkar hlut að stýra fjármálum borgarna árið 2025. Það tók við nýr meirihluti og ég ætla bara að leyfa mér að segja það var bara útgjalda meirihluti. Það er bara staðreynd. Niðurstaðan er rúmlega 15,8 milljarða halli, nánast tvöfalt það sem við lagðum upp með. Þetta er myndin ársreikningur 2025 og undirtitillinn hlýtur að vera hvað fór úrskeiðis. Var það tekjuhliðin? Nei, það var ekki tekjuhliðin. Útsvar, fasteignaskattur, eignatekjur stóðu að mestu. Vandinn liggur ekki þar, vandinn liggur í kostnaðarhliðinni. Rekstrargjöld fóru fram úr áætlun, launakostnaður fór fram úr áætlun og breyting á lífeyrisskuldbindingu fór marga milljarða fram úr því sem var gert ráð fyrir. En tökum aðeins stöðuna. Við áttum að vita í hvað stefndi hérna haustið 2025. Útkomuspáin, hún er það sem er vonbrigði. Af hverju vorum við ekki að segja sannleikann þá? Ok, við vissum kannski ekki þess að 3 milljarða breytingu á lífeyrisskuldbindingu. Við áttum að vita launakostnaðinn. Við áttum að vita þetta mikið betur. Við verðum að gera betur. Og þegar við skoðum þetta, þá sjáum við ákveðið mynstur. Laun hækka meira en við gerum ráð fyrir. Af hverju erum við ekki að gera ráð fyrir þessum launahækkunum? Það voru gerðir samningar í byrjun árs 2025. Við gerðum útkomuspá hérna í lok árs 2025. Við áttum að geta séð þetta betur. Lífeyrisskuldbindingar vanmetnar 3 milljarða. Ég bara tek undir með borgarstjóra, hagfræðingar, rekstrarhagfræðingar, fjármálasérfræðingar, finnum leiðir til þess að áhella þetta betur. Það verður að vera hægt. Það er ekki hægt eitthvað sveitafélag, lítið sveitafélag sem við erum ekkert eitthvað risa stór, sé bara hlaupi hér á milli hvort að það er 9 milljarðar í lífeyrisskuldbindingum eða tekjur. En stóra málið er kannski ekki það, því að þetta eru reiknaðar staðir, það er alveg rétt. Það er annar rekstrarkostnaður og það er kostnaðaraukningin sem við eigum að hafa áhyggjur af og þurfum að hugsa til. En það sem að ég hef áhyggjur af er það að áætlanir stóðust ekki 2025. Eftirfylgni nýja meirihlutans sem tók við ákveðinni fjárhagsáætlun sem stærsti hluti nýja meirihlutans stóð að því að gera haustið 2025. Það var ekki virt. Það var bara ekki virt. Það var ekki tekið í handbremsuna þegar það þurfti. Það var ekki hlustað á upplýsingar sem hljóta hafa komið frá fjármálahliðinni eftir því sem leið á árið. Og ég er búin að leggja fram mýmarga tillögur hér til að mæta á auknum kostnaði, draga úr honum, gera allskyns, dæmi, ekki það sem nýtt, það hafi heyrt þetta 100 sinnum áður, seljum þær eignir sem við þurfum ekki, bílastæðahús, fasteignir, látum atvinnulífið og einhverja aðra eigendur taka þetta. Þau geta átt þetta og rekið þetta miklu betur en við.
Ég hef lagt til sölu á þeim fyrirtækjum sem í hreinum samkeppnismarkaði eins og malbikunarstöðinu Höfða. Þurfum ekki að eiga hana, eigum ekki að eiga hana, seljum hana. Þarna erum við konar með tekjur. Hvað getum við gert við þessar tekjur? Jú, við getum til dæmis lækkað skuldir og búið til þannig pening og þannig meiri kraft til þess að fara í fjárfestingu og innviðum. Það er búið að segja þetta allt saman áður. Þessu var öllu hafnað, út af borðinu með þetta. Ég segi bara glatað. Við hefðum þarna búið til tekjur, glatað að þetta var fellt, sveigastan að þetta var fellt. Ég hef líka lagt til innviðasjóð Reykjavíkur sem tryggir fjárfestingu innviða og niðurgreiðslu skulda og nú á síðasta borgarstjórnarfundi lagði ég til að gert verði velferðarríkan. Meirihlutinn, hann tók hins vegar vel í þetta tvennt og það er gott og ég les með því áhuga það að gera betur af því að bæði þessi tól, það geti því, þetta voru ekki aðgerðir. Innviðasjóðurinn og velferðarlíkanið eru tól sem við notum þegar við erum í rekstri og til þess að stýra. Meirihlutinn var til í það, upp á ákveðnu marki, þessu var náttúrulega áfram sendin í borgara. Ok, ég meina það er þá allavega ennþá hægt að vinna með það. En hvar er kjarkurinn í aðgerðirnar? Aðgerðir sem við hefðum geta farið í hérna í upphafi árs 2025, skipti engu máli hver var í meirihluta. Nei, það var aldrei, enginn til í það. En talandi að gera betur, þá er það náttúrulega líka eiginlega algjör skandall og ég bara, hausna mér er ennþá pínu hissa í framann þegar við fáum hérna breytingu á drauga ársreikningi eins og kom hérna fram hjá kollegum mínum, bara myndrænt hjá kollega mínum oddvita Sjálfstæðisflokksins Hildi Björnsdóttir, þar sem við erum með bókfærða skuld upp á 450 milljónir og ofmat á eignum upp á 435 milljónir. Ok, ofmat á eignir. Er þetta íslenska bjartsýnin eða hvað er þetta? Ég veit það ekki. Við verðum að vera raunsæði þegar það kemur að því að meta eignir en óbókfærða skuld frá einhverjum samningi sem er síðan 2004, við verðum að gera betur. Við verðum að passa það að upplýsingar og samningsmarkmið sem við setjum niður í hvaða formið sem þau eru frá borgarstjóra sem fer í gegnum borgarráð og er þá orðin ákvörðun, það verður að líma þetta betur einhvern veginn inn í kerfi þannig að við séum ekki bara í hissa í framann 20 árum seinna. Ég skulda $500 milljarð, ég vissi það ekki. Nei, ég meina við hefðum geta verið búin að undirbúa okkur miklu betur. Ég trúi alveg að hér hafi fólk orðið hissa. Ég trúi því alveg. En bara af hverju erum við að lenda í einhverju svona, þetta er bara vitleysa. Ef við værum fyrirtæki, þá væri allt, og sorry Alexandra borgarfulltrúi Brím, við erum fyrirtæki og það ætti alltaf að vera hliðin út af þessu. Á hliðinni. $500 milljarður. Bara búpp. Já, sorry, við skuldið hérna, þessi vissu ekki, við gerum þetta samning 2004, krakkar, þetta er ekki svona. Við verðum bara að gera miklu betur. Já. En hvað sjáum við hér? Áætlunin sem að ég stóð hérna stolt að 2024, hún gekk ekki eftir. Ég segi bara, ég reyndi allt sem í mínum valdi stóð til þess að láta hana ganga eftir. Ég kom með allskyns hugmyndir inn, þeim var flestum kastað út. Flestum þeirra sem voru erfiðar, þeim var kastað út. Ég vil þó alveg vera skýr. Rekstrarniðurstaða samstæðan er ennþá jákvæð og ég geri það, ég bara þarf ekkert að fara hérna í B-hlutafyrirtækin. Þau eru bara ágætlega vel rekin. Það er frábært að fjármálasviðið okkar er að koma meira inn í pælingarnar, varðandi ársreikninga og fjárhagsáætlanir. Það er bara afrakstur af eigendastefnunni sem við samþykktum hérna 2022. Svo það sé sagt, það er bara fínt. Við erum stærsti eigandinn, við erum að láta til okkar taka undir góðum hatti góðra stjórnarhátta og hreyfa okkur þannig eðlilega. Það er bara flott. Tekjustofnar borgarinnar eru sterkir, það er gott. Við getum treyst á þær áætlanir svona nokkurn veginn. Grunnþjónustan. Hún er bara góð, hún heldur áfram að vera sterk og afbragðsgóð að flestu leyti eins og hún hefur verið undanfarin ár. Við getum alltaf bætt hana, það er verkefni hérna í pólitíkinni, en það breytir ekki að þessi meirihluti sem hér er, hann er bara búin að missa tökin á kostnaðarhliðinni. Og þetta heldur áfram og ef þetta heldur svona áfram, þá mun það hjákvæmlega hafa áhrif á þjónustuna, á fjárfestingar og á skuldastöðu borgarna og þess vegna er þetta augnablik sem hér er mikilvægt til að spyrja okkur réttu spurningana. Af hverju náum við ekki að áætla launakostnaðinn okkar rétt? Af hverju náum við ekki að halda betur utan lífeyrisskuldbindningarnar okkar af meiri nákvæmni?
Þetta bara, við verðum að geta finnstílt þetta. Og hvernig tryggjum við að upplýsingar innan borgarkerfisins skili sér inn í uppgerða reikningsskilaði hvert sem þau eiga að fara, bara til allra, þangað sem þau eiga að fara, verður að koma þangað strax. Það verður bara að vera eitthvað digital stafrænt kerfi í kringum þetta. Og þetta kunna fyrirtæki, þau eru bara með þetta í ákveðnum forritum, að fylgjast með samningum. Bæði hvaða samningarnir kosta fyrirtækin, líka hvenær samningarnir er að renna út, hvenær þarf að endurskoða það og alls kyns svona. Við þurfum greinilega eitthvað stórkostlegt kerfi, miklu betur heldur en við erum að gera núna í þessu, því að við eigum ekki að fá svona bakslag. Og hvað ætlum við að gera til að styrkja fjármálastjórnina hjá pólitíkinni? Og ég segi hjá pólitíkinni, því að það eru þar sem ákvarðanir eru teknar, það eru þar sem útgjöld eru ákveðin. Við vitum að það er ekkit upp á fjármálasviðið að klaga. Við þurfum svör við þessu. Og ef ég ætti að draga niðurstöðu la película el año pasado, með leyfi forseta aftur, hér fram, í einni setningu, þá er þessi, tekjurnar stóðust, en meirhlutinn misti stjórn á kostnaðinum. Og það verkefni sem við stöndum frammi fyrir nú er að ná aftur stjórn, gera raunhæfar áætlanir og styrkja eftirfylgni og tryggja svona frávik endurtaki sig ekki. Og það er á ábyrgð okkar allra hér. Og ég segi bara, það er eins gott að það er að koma kosningar, því svona óstjórn er bara ekki í boði og við höfum ekki efni á því lengur. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sinni. Forseti ætlaði að nota tækifæri að árétta eitthvað ósið sem hefur komið upp hér. Það að forsetinn hefur ekki leyfi að, eða heimildir til að leyfa eða banna ef borgarfulltrúi að sletta hér á öðrum tungumálum. Þannig að það er bara gjörsamlega gagnslaust að biðja leyfi forsetans sem hann hefur ekki heimild til að veita eða veita ekki. Það er hins vegar ekki góður siður og jafnvel ekki í samræmi við lög stöðu íslenska tungu og ábyrgð sveitarfélags að tala hér, að nota hér önnur tungumál eins og spænska sem gera má ráð fyrir að flestir borgarfulltrúar hér kannski geta ekki fylgst alveg nóg með. Þannig að það er ekki kannski við hæfi og væri mjög gott ef borgarfulltrúar myndu láta þýðingu fylgja á þessum orðum á spænsku. Bara undir hvað kallar fundarstjórn. Forseti, ef þessi borgarfulltrúi beðist afsökunar, ég vissi ekki að ég held að forseti væri svo valdmikill, hann geti bara alveg gefið heimild fyrir alls kyns erlendum slettum, en hins vegar gerði þessi borgarfulltrúi það hún þýddi. Því að La película el año pasado er bíómynd ársins í fyrra og ég þýddi það yfir á íslensku. En ég beðist bara velvirðingar, ég áttaði mig ekki á þessu, en ég hélt náttúrulega að alvald forseti væri hvílíkt og allavega leið mér þannig þegar ég á forseti. Ég beðist innrar afsökunar. Takk fyrir þetta og þá er næst á mælendaskrá Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, frú forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 liggur nú fyrir og ég ætla kannski að byrja á því að róa ykkur með því að ég ætla ekki að halda 75 mínútna ræðu. Ég ætla að fara yfir stóru myndina og svo mun ég beina sjónum mínum að skóla- og frístundasviði. En stóra myndin er að það er áframhaldandi sterk efnahagsstaða hjá borginni og ársreikningurinn sýnir að rekstur borgarinnar er traustur og staðan ágæt þrátt fyrir krefjandi efnahagsaðstæður og þrátt fyrir utanaðkomandi áföll. Svo sem verulega hækkun lífeyrisskuldbindinga og tekjufall hjá Orkuveitunni og Faxaflóum höfnum vegna rekstrarfalls Norðuráls. Rekstrarniðurstaða A og B hluta var jákvæð 8 milljarða. Rekstrarniðurstaða A hluta var neikvæð 5,3 milljarða króna á árinu
2025 sem var 5,7 milljörðum undir áætlaðri niðurstöðu. Neikvæð niðurstaða A-hluta skýrist fyrst og fremst af einskiptis áhrifum hækkunar lífeyrisskuldbindinga upp á 9,9 milljarða sem tengjast nýjum kjarasamningum á árinu. Það er líka athyglisvert að á lokametrum við vinnu ársreiknis birtist 450 milljón króna gjaldfærsla vegna 22 ára skuldbindingar eða lofvors sem tengist samningi þáverandi borgarstjóra við nýja Landspítala. Samningi sem var gerður 2004. Það er umdeilanlegt að skuld vegna bílastæðahússins sé inn í ársreikningi því það á eftir að ljúka tengdum samningum sem geta skila borginni tekjum á móti á byggingarétti og gatnagerð. Þetta velti líka upp mörgum spurningum eins og hvernig geta borgarfulltrúar gert áætlanir þegar svona reikningar birtast óvænt og það er augljóst að það þarf virkilega að skoða í framhaldi af þessu hvaða skuldbindingar er búið að gefa inn í framtíðina. Hvernig eiga kjörnir fulltrúar gera ráð fyrir skuldbindingum sem voru gerðar fyrir meira en 20 árum síðan. Þetta er mjög umhugsunarvert, en það er jákvætt. Það sem jákvæða er að veltu fyrir frá rekstri nam 14,3 milljörðum króna og var 6,9% í hlutfalli af tekjum og hækkaði 0,6% stig milli ára. Skuldaviðmið A-hluta í árslok voru 80%, kennitölur fjármálastefnu sína allar jákvæða þróun ef undan er skilin áhrif lífeyrisskuldbindinga á jafnvægi í rekstri. Fjárfestingar ársins beindust að uppbyggingu, viðhaldi og endurnýjun skóla og leikskóla og öðrum innviðum. Lántaka Reykjavíkurborgar lækkaði á milli ára og það sama gildir afborganir af langtímalánum. Samstarfsflokkarnir hafa forgangsraðað í þágu þjónustu við íbúa og við höfum lagt áherslu á að standa vörð lífsgæði íbúa eða borgarbúa. Við viljum tryggja öruggt húsnæði fyrir alla íbúa og við höfum lagt aukið fjármagn til að tryggja sjálfbærni í sjóðstreymi félagsbústaða. Við viljum hraða uppbyggingu félagslegs húsnæðis til að tryggja öllum þak yfir höfuðið. Það er skylda sveitarfélaga að tryggja öllum húsnæði. Þetta er pólitík og það er ánægjulegt að sjá hvernig þessi forgangsröðun okkar í þágu barna og barnafjölskyldna birtist í rekstratölum ársins. Við höfum staðið fyrir mikilli uppbyggingu í skólamálum, uppbyggingu húsnæðismálum og annarri grunnþjónustu. Á sama tíma og rekstur málaflokka borgarinnar eru í jafnvægi, eins og sést á rekstratölum sviðana. Þetta var svona stóra myndin og nú langar mig að snúa mér að málefnum skóla og frístundasvið. Í stuttu máli má segja að rekstur skóla og frístundasvið sé í jafnvægi. Netto útgjöld sviðsins voru tæplega 89 milljarðar sem voru 146 milljónir krónum umfram fjárheimildir. Til samanburðar var sviðið það bil 2,5 milljarði króna umfram fjárheimildir á árinu 2024. Þetta er greinilega jákvæð teikn í rekstri sviðsins og áfram verður lögð áhersla á aðhald í rekstri og að stöðugildafjöldi á starfsstöðum sé í samræmi við þau líkön sem notuð eru til úthlutunar fjárheimilda. Til að takast á við rekstur starfsstaða skóla- og frístundasviðs þá hafa verið haldnir reglulegi fundi með stjórnendum starfsstaða þar sem farið er yfir stöðuna og ákveðið til hvaða aðgerða er nauðsynlegt að grípa til svo að reksturinn verði innan fjárheimilda. Mikið aðhald er í starfsmannahaldi þar sem allar ráðningar starfsmanna fara nú fyrir ráðningarnefnd þar sem færa þarf rök fyrir hverri ráðningu. Á árinu 2024 voru nær allir leikskólar umfram fjárheimildir en með tilkomu nýs reiknilíkans leikskóla,
Snorra sem tekið var í notkun á árinu 2025 færðist rekstrarafkoma leikskólana til betri vegar. Ég vil sérstaklega nefna nokkrar ábendingar frá fjármála- og áhættustýringarsviði en þar bent á að veikindahlutfall skóla og frístundasviðs hafi verið 7,9% og ef eingöngu litið til leikskólahlutans var veikindahlutfallið 9,9%. Þessi háu hlutfall kalla á frekari greiningu og aðgerðir. Árangur í að lækka veikindahlutfall gæti skilað verulegum fjárhagslegum ávinningi í rekstri. Í þessu samhengi þá vil ég nefna að þarna gæti Reykjavíkurleiðin sem á að bæta vinnuaðstæður og námsaðstæður í leikskólum og fækka fáliðunardögum og með því að minnka álag á starfsfólk að þá vonandi mun það verða til þess að veikindahlutfalli lækkar. Fjármála- og áhættustýringarsvið bendir á að brýnt sé að ljúka gerð úthlutunarlíkans fyrir sérskóla til að fjárheimildir nái betur utan rekstur þeirra en það hefur verið ákveðið vandamál á því sviði. Á skóla- og frístundasviði hefur svo sannarlega verið tekið til hendinni. Leið og samstarfsflokkarnir tóku við stjórnartaumunum þá fengu við vandamál Hjallastefnunnar og Landakotsskóla í fangið. Þeim málum var landað á farsælan hátt. Strax í upphafi var skipaður spretthópur leikskólauppbyggingu og var honum falið að yfirfara aðgerðaráætlun stýrihópsins Brúum bilið og koma með tillögur að nýjum verkefnum sem tengjast uppbyggingu nýrra leikskóla eða stækka starfandi leikskóla með áherslu á framkvæmdir sem ljúka ætti á næstu 5 árum. Spretthópurinn skilaði strax vorið fjölda tillagna uppbyggingu leikskóla þar sem lögð var fram ný nálgun í uppbyggingu með því að einfalda byggingar nýrra leikskóla þar sem horft væri frekar til samræmdrar hönnunar til að einfalda og flýta uppbyggingu og minnka kostnað. Með þessum áformum var hægt að fjölga leikskólaplásum allt að 2000 á næstu 5 árum. Og ég vil bara nota tækifæri hér og hvetja þá sem í framboði að kynna sér þessar tillögur og hvað að gerast í leikskólamálum borgarinnar. Því ég hef svolítið upplifað í málflutningi sumra að það sé eins og ekkert sé að gerast hreinlega og það sé allt bara í einhverjum hræðilegum málum sem það alls ekki og mun koma frekar að því. Því að á síðasta ári var, ég bara gefa ykkur smá dæmi fjölgun, á síðasta ári var Stakkaborg stækkuð 2 deildir, Grandaborg endurgerð og þar bættust 75 pláss, Klambrar, viðbygging 30 pláss, Garðaborg, Litli Jörfi, þar var bættu 2 deildum og Hálsaskógur og Borg endurgerð 56 pláss bættust þar við. Þessu lokið en í farvatninu opnun nýrra leikskóla á þessu ári eins og leikskólinn við Rafstöðavel, veg við Elliðaárdalinn, stækkun við Múlaborg langt komin, færanlegar einingar á lóð við Múlaborg, Hólaborg, endurgerð Árborg gengur mjög vel og ætti að koma til nýtingar mjög fljótlega ásamt viðbyggingu við Hulduheima. Ég örugglega að gleyma einhverju en það alveg ljóst að það allt í fullum gangi við uppbyggingu leikskóla og það vissulega margir leikskólar sem í viðhaldi eða í viðhaldsþörf. Mér langar líka í þessu samhengi því það að segja ykkur frá því að á síðasta haust að þá var það í fyrsta skipti í mörg ár sem við náðum að innrita 18 mánaða börn í leikskóla. Núna gengur enn betur og munum við fljótlega fá upplýsingar betri stöðu.
Strax eftir vinnu þessa spretthóps tók til starfa stýrihópur sem hafði það meginhlutverk að bæta náms- og starfsaðstæður starfsfólk leikskóla, bæta stöðu mönnunar og draga þannig úr þörf fyrir fáliðuna aðgerðir í leikskólum borgarinnar og auka þar með fyrirsjáanleika í lífi barnafjölskyldna. Hópnum var líka falið að rýna gjaldskrár leikskóla með það markmið að auka jöfnuð og gera allt faglegt starf leikskóla markvissara. Tillögur stýrihópsins umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla voru samþykktar í borgarstjórn 17. febrúar síðastliðinn. Breytingarnar fólu í sér að boðið verður upp á 36 tíma endurgjaldslausa dvöl fyrir öll leikskólabörn fyrir utan fæðisgjald en tekið hóflegt gjald fyrir 38 tíma vistun. Þá eru innleiddir nýir afsláttaflokkar sem taka mið á raunverulegum aðstæðum einstæðra foreldra, efnaminni foreldra og foreldra barna með lítið bakland. Lagðar eru frá það voru nýjar reglur systkinasameiningu, umsjónarmenn leikskólahúsnæðis, aukin íslenskukennsla fyrir starfsfólk með annað móðurmál en íslensku, einn lokunardag í vetrarfríi, en aðalmarkmið vinnunnar var að bæta, og það verð ég að leggja áherslu á, að bæta náms- og starfsaðstæður í leikskólum Reykjavíkur, styrkja faglegt starf, bæta mönnun, minnka álag, samhliða því að auka fyrirsjáanleika og stöðuleika í starfi leikskólans. Mér langar að segja ykkur nýja fréttir varðandi Reykjavíkurleiðina. Þá það þannig núna, þetta eru nýja fréttir sem ég fekk í gær, svo hlustið vel, að þá meðaldvaltími barna í leikskóla komin í 38,66 stundir á viku úr 40,1 stund eins og það var 1. nóvember síðastliðinn. Samtals nemur þetta 8.000 klukkustundum á viku sem alveg eiginlega ótrúlega árangur eftir einungis 1 mánuð í framkvæmd. Og það líka athyglisvert að það engin leikskóli með meðaltalsvistun barna yfir 40 tíma. Og vonandi þetta bara fyrst og fremst til hagsbóta fyrir börnin. Ég renndi aðeins yfir fundagerð skóla og frístundaráðs á árinu og það var satt að segja svo mörg mál sem við tókum ákvörðun og hrindum í framkvæmd. Bara mig langar svo að segja ykkur nokkuð dæmi. Fyrir það bil ári gerðum við nýja samninga við sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Framlag var hækkað úr 75% í 80% hjá grunnskólanum. Rekstur frístundaheimila og félagsmiðstöðva var haldið stöðugum þrátt fyrir þröngan fjárhagsramma 2025. En eins og margir borgarfulltrúar vita þá var fjárframlag til frístundaskóri niður haustið 2024. En við ákváðum að halda áfram mikilli þátttöku barna í frístundastarfi sem 85–99% þáttaka barna í 1. til 3. bekk. Einnig þá ákváðum við skólafrístundaráð samþykkt í mars 2025 að hefja tilraunaverkefni fjarkennslu. Og fjarkennslu fyrir þetta var sérstaklega beint að nemendum sem eru með skólaforðun eða eiga við einhverja áfallasögu eða erfiðleika að stríða eða langvinn veikindi. Og ég hef heyrt að þetta starf hefur gengið afskaplega vel. Við erum búin að fjölga sálfræðingum, talmeinafræðingum. Við lögðum til fjármagn til að efla skólabókasöfnin sem sérstaklega mikilvægt fyrir börn frá efnaminni heimilum og fyrir börn af erlendum uppruna, því þar sjálfsagt ekki góður bókakostur til heima.
Í viljayfirlýsingu okkar samstarfsflokkana lögðum við áherslu á að efla ísatkennslu eða íslensku sem annan tungumál og við erum búin að samþykkja 3 stöðugildi fyrir ráðgjafa inn í ísatkennsluna. En við þurfum enn betur að halda áfram að efla íslensku kennslu fyrir börn með annað móðurmál. Í nóvember samþykktum við tillögur aðgerðir til að auka öryggi og velferð barna í leikskólum Reykjavíkur. Er að ræða víðtækar umbótatillögur sem miða að því að auka stuðning og eftirlit með leikskólum og bæta innra og ytra mat leikskólana og borgarstjórn samþykkti að veita 150 milljónum í þetta mikilvæga verkefni. Það líka ánægjulegt að segja ykkur frá því að á fundi skóla- og frístundaráðs í gær voru tillögur stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna samþykktar og vísað til borgarráðs. Tillögurnar byggja á forvörnum, snemmtækri íhlutun og hröðu viðbrögðum þegar vandi kemur upp. Ég ætla nú ekki að lýsa öllum tillögum en mér finnst sérstaklega fagnaðarefni að ein tillagan að koma að fá sérstöku hópastarfi eða félagsmiðstöðarstarfi fyrir 10 og 12 ára börn í viðkvæmri stöðu. Og þetta á að útfæra þannig að það á að vera starf í 5 félagsmiðstöðum sem á að grípa þessi börn, börn sem eru í vanda eða hverfum þar sem mikið vanda. Og þetta eru 5 félagsmiðstöðvar sem að verða opnaðar fyrir 10 til 12 ára. Já, ég ætla svo sem ekki að þreyta ykkur á að nefna fleiri tillögur eða aðgerðir sem við höfum komið í farveg í ráðinu, en ég vil nota tækifærið til að þakka félögum mínum í skóla- og frístundaráði, bæði nýjum og gömlum, en það hafa verið nokkrar innáskiptingar á þessu rúma ári sem ég hef verið formaður. Þetta hefur verið lærdómsríkt og gefandi starf. Ég vil líka þakka starfsfólki frístundasviðs fyrir frábært samstarf. En að lokum vil ég þakka starfsfólki fjármála og ábyrgðarstýringarsviðs og endurskoðendum fyrir mikla og góða vinnu við ársreikninginn. Þetta mikil vinna og ég vil sérstaklega þakka fyrir alla þessa vinnu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og næst í ræðustól borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, þetta verður stutt af venju, aldrei langfundur frá mér í þessari umræðu enda hefur flest verið sagt. Ég kem kannski hingað fyrst og fremst upp til þess að kannski halda pólitíkinni til haga og verkefnunum vegna þess að þegar við myndum þennan meirihluta í upphafi árs og bundumst heit böndum stjórnmálaflokka, 5 flokka 21. febrúar á afmælisdegi borgarstýru, að þá vissum við að það var ærið verkefni framundan. Við þurftum aldeilis að setja hausinn undir okkur og það gerðum við og æddum áfram. Sumum fannst það kannski kerfinu vera aðeins svo mikið af því að verkefnin hlóðust upp og ég vil ekki biðjast afsökunar en ég vil sýna því mikinn skilninga að við vorum kannski líka stundum ágengar og ákafar. En það mikið í húfi og það auðvitað bara velsæld í Reykjavík og það lögðum við ríka áherslu á. Og ég tel að þessi ársreikningur, sama hvaða vonbrigðum hann kunni að hafa valdið, að þá sýnir hann það.
Það eru þetta þannig að þegar nú hafa þessar lífeyrissjóðsskuldbindingar verið mikið ræddar að það eru þetta stundum eru það tekjufærður og stundum eru það gjaldfærður. Það fer auðvitað eftir líka ástandinu og það er eitthvað sem að við ráðum ekkert alltaf við. Það er efnahagsástandið, vextir, það er ástandið, það er bara alls konar eins og þið vitið sem að sitja í þessum sal. En það hins vegar er margt sem að þessi ársreikningur ber með sér sem að er ekki eitthvað útgjalda svínari og ég vil bara alls ekki taka undir það. Þannig að, já, og varðandi öll þessi, allt þetta álag sem að við kunnum að hafa lagt á starfsmenn borgarnar, þá vil ég auðvitað viljum við líka létta álagið og ef við fengum nú aðeins lengri tíma þá yrði kannski álagið aðeins léttara. En svona er þetta þegar maður tekur við á síðustu metrunum og bjargar því sem að bjargar verður eftir algjörlega getulausan meirihluta. Og ég má segja það af því að ég var ekki í honum. Þannig er það að þessi ársreikningur, hann sýnir líka að öll vinna, því að þetta er ekkert bara alltaf unnið af einhverjum einum og þannig að þeir mega taka það til síns en það eiga að hér hafa ólíki flokkar komið að því að til dæmis breyta því hvernig við sendum út til dæmis á sviðin rammana sem dæmi og hvernig við þurfum að vera agaðri í því að segja kannski nei við sviðin og ýmislegt annað. Við erum auðvitað að snúa þessu við. Það tekur tíma. Það tekur tíma að breyta vinnulagi og leiðum og það tekur tíma að sjá síðan afraksturinn af því. Og það var alveg rétt sem að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, sagði eins og með eigendastefnun okkar. Nú kemur í ljós hvernig við erum meira að vinna með B-hlutafyrirtækjunum og að því ég er nú formaður Faxaflóahafna þá er reksturinn þar í mjög góðum málum að það eru auðvitað líka blikur á lofti varðandi komið skemmtiferðarskipa, varðandi það sem að Alþingi velur að setja í lög og fleira en reksturinn þar er góður og ég held að Faxaflóahafnir geti tekið á sig einhver áföll ef að verða. Við sáum til dæmis á Norðuráli, það hafði áhrif á efnahagsreikning Faxaflóahafna og eins og með Orkuveituna og þá aftur á Reykjavíkurborg. En öll þessi félög, B-hlutafélög eigu Reykjavíkurborgar, þau eru bara á góðum stað, rétt eins og grunnrekstur Reykjavíkurborgar. Sviðin eru öll í jafnvægi og hér er ég formaður fyrir umhverfis- og skipulagssvið sem hefur nær ætíð skilað mjög góðum efnahagsreikningi. Ætíð. Reksturinn er ætíð eiginlega áætlaður. Það eru auðvitað þættir þarna sem að koma upp og reyndar athugasemdir með þessum ársreikningi þar sem að stendur að við þurfum kannski að gera betri áætlanir varðandi hreinsun gatna eða snjómokstur og við höfum reyndar verið að ræða þetta í ráðinu, ekki bara þessu kjörtímabili, heldur líka því fyrra síðasta kjörtímabili, að við þurfum að geta áætlað betur, en taka eftir því að við þurfum að geta áætlað betur. Þetta eru þetta áætlanir. Við vitum ekkert hvernig snjóar, við vitum ekkert hvort við fáum alveg frábæran vetur og við þurfum þá bara meira að sópa göttunar, hvort það sé frostlaust eða hvað það er. Þannig að en við getum alltaf tekið eitthvað meðaltal af undangengnum árum og einhvern veginn kannski reynt að áætla betur. Og það hefur auðvitað komið fram í ræðum borgarfulltrúa í dag. Og það held ég að sé bara verkefni sem við þurfum að standa okkur vel í á næsta kjörtímabili. En það má ekki alltaf vera ósanngjarn í gagnrýni. Maður á að rýna til gagns. Af því að við, borgarstjórn, við erum í þessu sama, við skrifum undir þennan ársreikning og hann er í rauninni bara baksýnisspegillinn á því sem gerðist á síðasta ári.
Við fórum auðvitað í ákveðna skipulagsbreytingar hingað og þangað. Ég hefði sjálf persónulega vilja ráðast í fleiri skipulagsbreytingar, ekki bara þær sem við samþykktum í upphafi okkar samstarfs. Það er ýmislegt á þjónustu- og nýsköpunarsviði sem ég hefði vilja fara betur í sauman á, eða sauman í, heitir á góðri íslensku, með leyfi forseta, nei grín. Og en það auðvitað þá bara verkefni sem við fleytum fram á næsta kjörtímabil. Því að það líka ýmislegt sem hægt að útskýra, en það kannski ekkert endilega á réttum stað á þeim stað sem það og þá ég að hugsa þjónustu- og nýsköpunarsvið. Við erum ekki að auka rekstrarútgjöld miðað við rekstrartekjur. Það eru ánægjuleg tíðindi. Veltufé frá rekstri, auðvitað vorum við búin að áætla að það yrði mun betra þegar við myndum leggja fram þennan ársreikning. Það skiptir máli hvort að við erum að auka lántöku til þess að framkvæma í Reykjavíkurborg og fara í einhverja fjárfestingar. Það skiptir allt máli, auðvitað skiptir ráðdeild máli og reksturinn. En við þurfum líka að skoða hina hliðina. Hvar erum við að setja peninginn? Hvað erum við að fá tilbaka? Hvernig samfélag erum við að skapa? Og við sem myndum þennan meirihluta, við erum ekki sammála það að það sé eitthvað sérstakt fitulag í Reykjavíkurborg sem að þurfi bara einhvern veginn að bræða af með einhverjum snilldarlegum, rekstrarlegum leiðum. Við erum ekki sammála því. Vegna þess að maður velti fyrir sér, það eru ýmis verkefni. Jú, það má skoða hvaða verkefni má leggja niður eða breyta eða hvaða verkefni mega fara. Það er auðvitað pólitík. En þegar maður síðan grefur sig ofan í þetta, þá sér maður að þetta helst líka allt í hendur. Og sum verkefni eru bara lífsnauðsynleg fyrir litla hópa. Ég ætla bara að nefna til dæmis að því að hér í umræðu núna í aðdraganda kosninga er alltaf verið að tala einhver lögbundin og ólögbundin verkefni og nú skulum við bara losa okkur við þessi ólögbundin verkefni og þau kosta borginu mikið og þetta er bara eitthvað drasl, nú skulum við einbeita okkur á grunnþjónustunni og öll börn eiga bara að læra að lesa og skrifa og reikna. Ekkert rugl. Og maður verður svo hissa á þessu vegna þess að til dæmis eins og á velferðarsviði þá eru bara lífsnauðsynleg ólögbundin verkefni sem að Reykjavíkurborg að sinna. Það sést í þessum ársreikningi. Ég vil nefna það. Það til dæmis eins og konukot. Ég nefni það. Vorteymið, ýmsar smiðjur, handa bara fólki sem að leita í bata eða unglingum. Þetta eru allt ólögbundin verkefni og hver ætlar að koma og skera þau niður? Bara show me the money, ekkert með leyfi forseta. Ég held að það verði líka að segjast að allt það sem stendur út af í rekstrarreikningunum eru líka skuldir ríkisins gagnvart sveitarfélögunum. Og þetta er bara þungur baggi, ekki bara á Reykjavíkurborg, heldur á öllum sveitarfélögunum sem að taka að sér og sinna þjónustu sem að ríkið á að veita. Og oftast er það Reykjavíkurborg sem að leggur sér fram við að taka ómakið af hinum sveitarfélögunum varðandi slíka þjónustu. Og það er líka bara staðreynd. Þannig að nota bene, hinga flest líka fólk til Reykjavíkur sem fær ekki þá þjónustu sem það þarfnast vegna þess að Reykjavíkurborg er að veita hana. Og ég ætla bara að nefna málaflokk fatlaðs fólks. Það var óheppilegt að fá svona á loka metrunum þennan halva milljarð sem við þurftum að taka inn og eiginlega óskiljulegt, en við sitjum bara upp með það. En þetta er nota bene samninga frá 2003. Akkur var þetta ekki bara tekið inn í ráðdeildartíð Einars Þorsteinssonar fyrrverandi borgarstjóra? Ég bara spyr. Akkur erum við að taka þetta inn í ár? Akkur vorum við ekki búin að taka þetta inn akkur tökum við þetta ekki bara inn 2030? Við vitum af þessu. Við höfum vitað af þessu. Akkur tókum við þetta ekki inn 2017 eða 2018 þegar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir var borgarfulltrúi. Áttu hún ekki að vita af þessum samningi? Hver vissi af þessum samningi?
SSU? Nei, auðvitað hefði þetta ekkert átt að fara inn, en svona er staðan og auðvitað hefði verið betra að fá eitthvað 4,8 milljarða í mínus frekar en eitthvað 5, eitthvað. Það er alltaf betra að skulda minna, eða vera minna í mínus, svo ég reyna að segja þetta á mannamáli og kannski ekki alveg nákvæm. En við erum sem sagt að innleiða breytt verklag í fjárhagsáætlunargerð og þetta snýst við hægt og rólega og yfir ákveðið tímabil. Þannig að við getum alveg tekið undir það að það er ýmislegt sem að má skoða og bæta og gera betur. En það er ekki þannig að það sé bara einhver svakalega óráðsía og sukk og öllu sé sturtað einhver óþarfa gæluverkefni. Og við erum auðvitað ekki að tala um fjárfestingar, heldur erum við að tala um væntanlega rekstur og selalaun fjárfesting. Það eru svona einskiptispeningar. En gott og vel. Já, ég vildi líka aðeins fara yfir Suðurlandsbrautina. Nei, ég er að grínast. Og flugvöllin, ég vildi líka ræða flugvöllin ef ég má. Þetta er svona kannski síðasta tækifæri til þess að gera það. Já, bílastæðin. Ég er bara að reyna að finna punktana mína, ég er búin að týna. Ég er að reyna að halda ykkur upp í einhverju gríni hérna. Og hvað er meira svona, Fossvogsbrúna. Nei. Það er ég búin að týna ræðinu minni. Eða punktinu mínum. Það sé það? Já, bingo. Já, hér er ég komin aftur. Gott að ég hef alveg 61 mínútu og 22 sekúndur eftir. Heyrðu, já, mér langar að halda einu til haga vegna þess að það er tvennt sem að mér er persónulega mjög hugleikið. Það eru auðvitað málefni umhverfis- og skipulagssviðs og málefni skóla- og frístundasviðs. Auðvitað er mér allt hugleikið og mér þykir vænt öll þessi verkefni og ykkur öll. En Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, fór reyndar vel yfir það sem að sneri líka að okkur þegar við tökum við. Og það eru þetta gífurlega álag sem að fyrirfinnst ekki bara í leikskólum, heldur líka í grunnskólum og víð út í samfélaginu, í framlínunni. Og það sem að mér finnst líka vissulega getur við, ég ætla ekki að segja sparað fjármuni, heldur nýtt fjármuni mikið betur með því að taka niður veikindahlutfallið og bara hlúð betur okkar starfsfólki. Og mannauðurinn, það er hann sem heldur úti þjónustu Reykjavíkurborgar, það er mannauðurinn og við eigum að koma vel fram við starfsfólk okkar og hlúa að því og sérstaklega áður en að það stefnir í þessi langtíma veikindi. En ég vil líka halda því til haga að mér finnst algjörlega ósambærilegt að bera saman fólk sem að vinna með fólki, er í framlínunni, er í leikskólanum og í grunnskólanum og í velferðarþjónustunni við skrifstofafólk og veikindahlutfall þess. Að því að við miðum oftast við að veikindahlutfall í samfélaginu sé 3–4% og eru þetta vissulega háa tölur. En þær eru ekkert, þannig það eru þetta háa þegar þú berð þetta saman við skrifstofafólk að það er ekki tvennt ólíkt. Og þá vil ég líka segja að við getum auðvitað náð þessu veikindahlutfalli niður og það kostar auðvitað pening en það sparast líka peningur á móti. Og með því að innleiða leikskólaleiðina þá var okkur tíðrætt þetta og þegar við auðvitað komum hingað inn að þá setjum við 2 auka milljarða inn í Snorralíkanið. Og það er þannig sem að við höfum gert. Við höfum lagt áherslur á börn og allt sem að umlykur börn og tilveru þeirra í Reykjavík. En við höfum líka staðið með starfsfólki leikskólana og grunnskólana og við höfum það eina fjölgun á starfsfólki Reykjavíkurborgar er í leik- og grunnskólum.
Það er fjölgunin og ég held að enginn sjái rautt yfir því. Þetta er gleðiefni, finnst mér, og þetta er eitthvað sem kemur fram í þessum ársreikningi. Svo ætla ég að nefna annað og það eru húsnæðismálin. Og gaman að segja frá því að þegar við tökum við í mars þá var samdráttur í uppbyggingu húsnæðis. Og það eru auðvitað alls konar ástæður fyrir því. Það er vaxtastig og atvinnustig og svo framlegið, já, þið vitið þetta. En í ár þá byggir Reykjavíkurborg langmest. Og við höfum frá því að við tókum við þessi meirihluti aukið uppbygging 11%. Og önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu hanga þarna í 3%. Svo það sé sagt, og þetta er líka gleðilegt og þetta sést líka í rauninni vegna þess að öll fjárfestingin náttúrulega, innviðir, götur og því líkt, það er auðvitað eins og orðið segir, það er fjárfesting sko. Og ef að veltufé frá rekstri væri kannski miklu betra en við sjáum í dag, þá þyrftum við kannski ekki að taka lán. En það er bara markmiðið. Það er þessi sjálfbærni sem við erum að sækja í. En gott og vel, ég ætla ekki að standa hér og þusa. Hér segi ég bara auðvitað sannleikann. En það er ýmsar áskoranir sem bíða okkar og þeirra sem setjast inn í þennan sal á næsta kjörtímabili og það eru bæði kerfislegir þættir en það er líka bara ýmislegt annað sem er ekki fyrirséð og ég held að við þurfum bara að vera vel í stakk búin og vinna miklu meira saman til þess að ná góðri niðurstöðu á ári liðinu. Ég læti þetta nægja. Góðar stundir. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa að senda inn bókanir en tekur þá næstur til máls borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Góðir borgarfulltrúar, ég vil fyrst gera alvarlegar athugasemdir við fundartilhögun. Við óskuðum eftir því að borgarfulltrúar óháðra að oddviti okkar sem er ég fengi sama málfrelsi hér í dag og oddvitar allra aðra flokka. Forseti taldi sér ekki fært að verða í því. Beiðni okkar að ég settur á dagskrá var ekki tekin til greina. Ég þurfti að óskipti því og forseti féllst á það með eftirgangsmunum en tók fram að ræðutími væri takmarkað við 10 mínútur. Oddvitar allra aðra flokka fá hins vegar 75 mínútur. Þarna tel ég séu mjög ólýðræðislega mismununa ræða sem er sennilega byggð á pólitískri andstöðu forseta til okkar borgarfulltrúa og þess afls sem við störfum fyrir. Og ég myndi segja að slík vinnubrögð jaðri við gerðaði og ég þó ekki vanur að hafa mjög stór orðum hlutina. Og ég óska eftir því að forseti endurskoði afstöðu sína og veiti oddvita borgarstjórnarflokks óháðra sama rétt og aðrir borgarfulltrúar, aðrir borgarstjórnarflokkar hafa fengið, enda var þetta samþykkt á fundi forsætisnefnd að allir flokkar ættu að fá sama rétt og engin flokkur var tekinn þar út fyrir sviga eins og nú virðist hafa verið gert. Þetta er sennilega, ég hef nú ekki talið þá ársreikningar sem ég hef fjallað einhverjum hætti, þessi sennilega þeir rúmlega 20 ef allt er talið og þetta er kannski síðasti ársreikningur sem ég fjallað að sinni en ef ég lít til baka þá er auðvelt að draga þetta saman þannig að fjárhag borgarinnar hefur hrakað stórum frá því að ég komi fyrst upp í að fjallum ársreikningi. Fjárhagsleg staða borgarinnar er nú mjög slæm, hefur versnað mikið.
Síðan verð ég að segja að mér finnst þjónusta við borgarfulltrúa hafa versnað, svona því að menn eru að tala um þetta og hvernig verði fyrir nýja borgarstjórn að setja sig inn í hlutina. Þá finnst mér þjónusta almennt hafa versnað við borgarfulltrúa, einkum þegar það kemur að upplýsingagjöf í fjármálum. Látum vera eins og atriði áður fengum við útprentaða gormabækur sem voru miklu til að vinna með, sem voru að mínu mati og margra annarra miklu betra að vinna með heldur en að fá þetta allt bara í einhverju tölvu skjali. Það hægt, en almennt fyrirspurnum óseint svarað. Ég man að þegar ég var að byrja, þá var starfandi sérstakur fjárhagsáætlunar fulltrúi á fjármálasviðinu og hann leit á það sem eitt sitt helsta hlutverk að þjóna borgarfulltrúum. Maður gat alltaf fengið hann í spjall til að útskýra fyrir manni hlutina og ef maður beindi til hans fyrirspurnum þá fekk maður alltaf svar samdags eða daginn eftir. Á þessu kjörtímabili hefur maður því miður þurft að bíða vikum, mánuðum og árum saman eftir svari við einföldum spurningum. Nú til dæmis bíð ég eftir svari við endanlega núverandi kostnað við Brákarborg, leikskólann, og ég veit, það var mikið fjallað Magresso kerfið í borgarráði á sínum tíma þegar það var keypt og nú það heitir eitthvað annað, það samt sama kerfi eða uppfært kerfi. Og það voru mörg orð höfð það hvað yrði einfalt að framkalla upplýsingar úr þessu kerfi þegar að borgarfulltrúar þyrftu á fjárhagsupplýsingum að halda. Núna þarf maður að bíða, núna með nýja kerfinu sem kostar sennilega 100 milljóna, maður þarf að bíða aldrei minna en nokkra vikur eftir einföldum upplýsingum eins og áfallin kostnað við Brákarborg. Ég man áður en þetta kerfi að tekið í notkun, þá voru bókarar sem bara hlupu nokkur skref og hrist þetta fram úr erminni og þeir höfðu ekkert svona bókaldskerfi. En mig grunar að því að kerfið verði alltaf að kerfi það vilji helst ekki veita borgarfulltrúum með óþægilegar spurningar svona meiri þjónustunni þörf á hverju sinni. Auðvitað þeir sem kom með óþægilegar spurningar, auðvitað geta gefist upp á endanum þegar það er búið að þreyta fiskinn nógu lengi. Og atriði sem skipta máli í þessu sambandi líka það hvernig ársreikningurinn er framsettur. Við fáum upplýsingar ársreikning niðurstöðutöluna, síðan fáum við til að bera saman áætlun með viðaukum. En þessi áætlun með viðaukun, þetta er bara fikseruð tala vegna þess að það hefur verið uppfærin allt árið. Mér var sagt að hér áðan að síðustu viðaukarnir hefðu verið gerðir í desember, þannig að þeir sem stjórna fjármálum borgarinnar, þeir hafa allt árið til þess að færa þróunina í fjármálum borgarinnar sem ekki alltaf góð nær þessari áætlun með viðaukum og hún síðan gefin upp. En allstaðar þar sem fjárhagsáætlun er notuð sem alvöru stjórntæki, þá er náttúrulega miðað við upphaflega áætlun, ekki áætlun með viðaukum, heldur upphaflega áætlun og það er alveg ótrúlegt þegar maður hefur stundum rætt þessi mál við fjármálastjóra í atvinnulífinu sem er að stjórna alvöru fyrirtækjum þar, að þá reykur bara róa stans þegar þeir heyri þetta sko. Að þeir segja já, fáið þið bara áætlun með viðaukum sem er vantarlega útkomuspá ársins og ekki með síðan upphaflegri áætlun. Ég hef beðið um að fá þessar tölur og ég fæðir vonandi á endanum áður en ég hætti. En það er líka mjög knappur tími til þess að ræða þessa áætlun. Ég man ekki eftir að hann hafi komið svona seint þessi ársreikningur. Við fengum hann einhvern veginn með helgina, hann var ræddur á borgarráðsfundi í gær og svo vísaði hann á borgarstjórnarfundi í dag. Þannig að það er alveg bara séð til þess að venjulegi borgarfulltrúar fái sem skemmstan tíma til að setja sig inn í þetta mikilvæga plagg sem ársreikningur borgarinnar er. Og nú er vika í seinni umræðu og þá verður það sjálfsögðu takmarkaður ræðutími. Þannig að það er alveg, þeir sem halda hér hnúta og stýrið, það er alveg reynt að stýra þessu, finnst mér í þennan farveg að þetta verði sem minnst rætt og menn hefur sem minnstan tíma til að setja sér í hlutina og auðvitað mjög nefnt takmarkaður ræðutími eins og ég kom á áðan. Nú, bara í fáum orðum sagt, rekstur Reykjavíkurborgar var ósjálfbar á síðasta ári þrátt fyrir hámarksskattheimtu og stórauknar tekjur. Þá hækkuðu skuldir borgarinnar mjög mikið og ég ítreka það sem sumir sögðu hér áðan að það sem skýrir svokallaðan hagnað eða afgang er bara vegna þess að ársreikningurinn hann er fegraður með fróðu hagnaði félagsbústaða. Fróðu hagnað félagsbústaða, þetta er ekki raunverulegur hagnaður sem er byggður á tekjum. Hann er tilkominn vegna svokallaðar matsbreytingar fjárfestingar vegna félagsbústaða
félagslegra íbúða borgarinnar sem engin flokkur hefur hugsað sér eða komið fram með hugmyndir um að selja. Auðvitað gefur þetta ekki rétta mynd af rekstri borgarinnar að nota þessa virðishækkun til að fegra rekstrarreikning samstæðunar. Þetta er reiknuð stærð sem skilar ekki raunverulegum tekjum til rekstrarins. Og án þessarar matsbreytingar þá næmi tap samstæður Reykjavíkurborgar 347 milljónum króna. Og skuldaaukningin hún nánast stjórnlaus. Borgin glímir við mjög alvarlega skuldavanda. Skuldir borgarsjóðs eru komnar í 222 milljarða króna borgarfulltrúar góðir síðustu áramót. Jukust rúmlega 18 milljarða á milli ára. Aukningin var 8,9%, vel umfram ársverðbólguna, næstu í tvöföld ársverðbólga sem var 4,5%. Skuldir samstæðunar eru nú komnar í 560 milljarða króna, jukust 6,8% á milli ára sem einnig umfram verðbólgu. Borgarstjórn hefur nú skuldsett hvern íbúa sinn 952.000 krónur eða 3,8 milljónir á hverja 4 manna fjölskyldu miðað við samstæðuna. Og þessi skuldaukning samstæðunar samsvarar því að skuldin hafi hækkað á síðasta ári 256.000 krónur á hvert mannsbarn í Reykjavík eða rúma milljón á hverja 4 manna fjölskyldu. Miklar skuldir hafa slegandi áhrif á tekjur borgarinnar og samkvæmt ársreikningi námu fjármagnsgjöld 22 milljörðum króna á árinu 2025. Og það sem á geta að þessi 22 milljarðar, þessi vaxtagjöld, þetta er hærri heldur en kostnaðurinn við að reka alla borgarrekna leikskóla í Reykjavík sem 21,6 milljarðar. Þetta eru það sem eru 67 leikskólar. En það furðulegast við þetta allt saman og við höfum fjallað þetta hérna borgarfulltrúar nokkrir fram og aftur og allir borgarfulltrúar hafa reikninginn að flestir borgarfulltrúar meirihlutans sem virðast bara vera nokkrir sáttir við árangurinn. Þeir hæla sjálfum sér og sínum meirihluta, telja þetta sé bara í góðu lagi. Mér sé að borgarstjóri sagði held ég að kennitölurnar vera að þróast í rétta átt. Ég vona hún hafi ekki þar átt við skuldahlutfallið sem jókst. En það er einhver svona sjálfumgleði, sjálfvalni í meirihlutanum, en ég held að þetta sé í raun ekki það, ég held að þetta sé afneitun. Ég held að fólk átti sig á því innst inni hvað fjármál borgarinnar eru illa komin og bregðist við með alveg kröftugri afneitun og beita hugmyndafluginu til þess að réttlæta slaka fjármálastjórn sem hefur komið borginni auðvitað mjög illa. Skuldir á B-hluta, það hefur aðeins verið fjallað þær. Ég held að borgarfulltrúar verið átt að segja á því að þessi skuldir sem eru 560 milljarðar króna geta verið myllusteytum háls borgarinnar. Fæ ég ekki lengri tíma? Forseti mun setja borgarfulltrúan aftur á mælendaskrá. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að vita ansvar. Ræðutíma er lokið og forseti minnir á... Og hvað fær borgarfulltrúi þá langan tíma í viðbót? Forseti minnir á að farið var yfir skipulag vegna ræðutímans og tekið fram á fundi forsætisnefndar að sjálfsagt væri að borgarfulltrúar færi á mælendaskrá sem ekki skilgreinir sem oddvitar og er þá að ræða hefðbundin fundarsköp þar sem 10 mínútur eru í fyrri ræðu og 5 mínútur í síðari ræðu. 5 mínútur, en það stóð í tillögu meirihlutans í forsætisnefnd að oddvitar fengju 75 mínútur. Forseti minnir á að ræðutími er lokið. Já, forseti getur ekki svarað þessu. Sumir borgarfulltrúar fá 75 mínútur, aðrir fá 15 mínútur og þetta er gerðari. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar, veitir ansvar Heiða Björg Hilmisdóttir, afsakið, það er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi sem veitir fyrst ansvar. Já, ég ætlaði bara að lýsa furðu minni á orðalagi í málflutningi borgarfulltrúans og mér finnst það alveg furðulegt að líta á þau gríðarlegu verðmæti sem að felast í eignum félagsbústaða. Það eru yfir 3000 íbúðir. Það eru íbúðir hýsa líklega 5000 manns sem eiga þá ekki önnur hús að venda.
í þessu felast mjög mikil verðmæti og að tala þetta sem froðu alveg furðulegt hugarfar. Og í öðru lagi ætlaði ég bara að árétta það sem margoft komið fram að Reykjavíkurborg stendur mjög sterkt fjárhagslega sem miðað við önnur sveitarfélög og þá það bara þessar venjulegu tölur eins og skulda hlutfall og fleira. Þannig að en þetta vitum við en bara þetta með froðuna, mér finnst það ekki sæmandi slík orðræða. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svarar ansvari. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara leiðrétta misskilningin hjá Hjálmari Sveinssoni, borgarfulltrúa og vinni mínum að með froðunni átti ég alls ekki við íbúðir félagsbústaða. Ég veit að það eru 3000 og þetta eru allt frábærar íbúðir og skiptir máli. En það sem ég að gagnrýna að taka virðishækkun þessara íbúða og færa hana sem hagnað í rekstrarreikningi borgarinnar. Það eru algjörlega óviðunandi vinnubrögð og margir endurskoðendur hafa bent á það. Þarna ég ekki að tala persónurnar, ég ekki að tala eignirnar, ég að tala þennan hagnað sem ekki til. Froðuhagnaður bara þekkt hugtak í viðskiptafræði, þetta var mikið notað fjármál orkuveitunnar hér á sínum tíma og þá var átt við tekjur sem voru þá svona reiknaðar stærðir í sjálfu sér en ekki beinharðir peningar. Þannig að þá við með því. Reykjavík stendur ekki vel með önnur sveitarfélög. Ef við horfum á samstæðuna þá stendur hún verst allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ef ég hefði fengið tíma í ræðinu minni sem ég fekk ekki þá hefði getað útskýrt munina á A og B hluta fyrirtækjum og samstæðinu, ef við tökum samstæðuna þá stendur Reykjavíkurborg illa. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari og veitir ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla að láta mér nægja að ítreka þetta með þessi miklu verðmæti sem að liggja í eignum félagsbústaða og það ekkert óeðlilegt að þau verðmæti séu framreiknuð á hverju ári. Þannig að ég stend fastur við það skoðun mína að þessi orð froðu séu hreinlega ekki sæmandi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvari öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get alveg tekið undir á skoðun að það sé eðlilegt að þessi verðmæti séu framreiknað á hverju ári. Það nú bara hluti af bókhaldinu að gera það og það mjög eðlilegt og það gera menn alveg svikalaust. En að taka virðishækkunina og færa hana sem hagnað í rekstrarreikningi, ekki bara hjá félaginu sjálfu, heldur líka hjá eiganda félagsins sem Reykjavíkurborg. Það eru vinnubrögð sem eru mjög umdeild og má vel halda fram að séu vafasöm eins og margir endurskoðendur og fjármálumenn hafa reynda gert. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Óskaði borgarfulltrúin ekki eftir að taka aftur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég mun nú tæpa á nokkrum atriðum í ræðuminni þrátt fyrir að fá aðeins vera svo oddviti sem færa aðeins 15 mínútur til að útskýra mál mitt á meðan að aðrir fá 75 mínútur. Og þetta auðvitað ótrúlega mismunun hjá forseta sem segist hafa það stefnumáli að auka sem mest jöfnuð á flestum sviðum í þjóðfélaginu. Hún getur ekki útdeilt ræðutíma milli oddvita í borgarstjórnarsalnum með réttlátari hætti en þetta. En ég var einmitt að ræða heildarskuldir borgarinnar, skuldir borgarinnar og það eru, við getum sagt að borgarsjóður semi 40% skuldana og B-hlutinn, fyrirtækin, sem 60% skuldana. Og þegar að meirihlutinn, vinstri meirihlutinn, fjallar fjármál, þá leggur hann ofuráherslu á að fjalla bara A-hlutann en ekki B-hlutann. Og nú þetta er að sumu leyti skiljanlegt, ég vil ekki draga úr mikilvægi þess að tala A-hlutann, við verðum auðvitað að fjalla A-hlutann, það er borgarsjóður, aðalsjóðurinn okkar og ég ger ekki lítið úr því mikilvægi. En til að átta sig á heildarmyndinni þarf að skoða heildarskuldir borgarinnar
en þá sést að skuldahlutfall Reykjavíkurborgar það langhæsta á höfuðborgarsvæðinu. Og borgarfulltrúi góður, ég er viss það að ef ég væri með 100 milljóna króna skuld á húsinu mínu og væri með einhverjum hætti búin að færa 60 milljónir af skuldin yfir á bílskúrin en 40 milljónir var á húsinu, ég held að það myndi enginn telja rétt að ég geti bara einblínt á skuldendar sem eru á húsinu en sleppti að tala skuldendar sem væru á bílskúrnum. Og eins og þarna með því að skauta fram hjá þessum hlutum þá skauta fram hjá 100 milljarða króna skuldum og því haldið fram að skuldir B-hlutar skipta ekki máli því að þar séu fjárhagslega sjálfstæð borgarfyrirtæki sem afli sjálf teknu og standi undir fjárhag sínum. En fjárhagur borgarsjóðs og borgarfyrirtækja svo nátengdur að samstæðureikningur Reykjavíkurborgar raunhæfasta yfirlitið fjárhaginn. Borgarsjóður ber ábyrgð á skuldum borgarfyrirtækja í samræmi við eignarhlut sinn og sum þeirra eru rekin með beinum fjárframlögum úr honum. Áratuga skeið hafa miklir fjármunir verið færðir frá ýmsum borgarfyrirtækjum til að bæta stöðu borgarsjóðs. Að mestu leyti með arðgreiðslum en einnig með tilfærslu eigna. Nú hvað hafa fyrirtæki gert? Það hefur þetta brugðist við því að skuldsetja sig. Skuldir tveggja borgarfyrirtækja, Orkuveitunnar og Félagsbústaða HF vega langþyngst í skuldareikningi Reykjavíkurborgar. Skuldir þessara fyrirtækja hafa vaxið mjög hratt og nema nú í kringum 350 milljörðum króna. Ólíklegt að þessi fyrirtæki getur greitt niður skuldir sínar svo nokkru nemi á þess að borgarbúa finni verulega fyrir því, til dæmis með gjaldskrárhækkunum Orkuveitunnar, hækkunum á leigu þegar samdrætti þjónustu. Það kemur nefnilega skuldadögum borgarfulltrúa góðir og þegar að Orkuveitan neyðist til að borga þær niður eða félagsbústaðir, þá verður það ekki gert öðruvísi heldur nefn með gjaldskrárhækkunum eða leiguverðshækkunum eða framlögum úr borgarsjóði. Það er beint streymi þarna á milli. Skuldirnar og skuldir samkvæmt ég gat áðan að borgarstjórnin skuldsett hvern íbúa sinn 952.000 ef við tökum allar skuldirnar með og bara þessi hækkun á síðasta ári 256.000 krónur hækkun skulda á hvert mannsbarn eða rúma 1 milljón króna á hverja 4 manna fjölskyldu. Hver 4 manna fjölskylda myndi finna fyrir því ef skuldendar myndi hækka 1 milljón? Ég held að flestar fjölskyldur sé að reyna að borga niður sínar skuldir. En borgarstjórn Reykjavíkur í umboði borgarbúa lætur sér í léttu rúmi liggja þó að bara skuldahringingan haldi áfram og það sé tekur í umboði hverjar 4 manna fjölskyldur í borginni eykur skuld hennar 1 milljón. En auðvitað, þetta svolítið falið, fólk áttar sig ekki á þessu, það bara borgarar reynir að vinna meira til að eiga fyrir reikningunum. En mér finnst borgarbúum vera sýnd mikil óvirðing með því að borgarstjórn skuli ár eftir ár, áratug eftir áratug, seilast lengra ofan í vasann og skuldsetja borgarbúa með þessum hætti. Rekstur borgarinnar ekki sjálfbær og það verður strax eftir kosningar að taka fjármál borgarinnar föstum tökum og losna út úr þessum vítahring sem núverandi meirihluti og þeir vinstri meirihlutar sem voru undan henni komu borginni í. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og lokar þá umræðinu borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara þakka fyrir þessa fyrri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2025 sem hefur að mestu leyti verið bara málefnaleg. Ég hef reynt að hripa hjá mér þær spurningar og vangaveltur sem hafa komið upp. Við þykir auðvitað sárt að heyra hér starfsfólk borgarinnar vænt að vera að gefa rangar upplýsingar og standa sig illa. Það er ekki gott að heyra það og það er ekki mín reynsla af starfsfólki borgarinnar á neinn hátt. Ég held að við ættum að temja okkur að kannski halda okkur við pólitíkina hérna í þessum ræðustólum sem við eigum hér í borgarstjórn og taka hitt þá kannski frekar í einhverjum lokaðri herbyggjum. Umræðan ársreikningin. Ég hef upplifað að allir séu að standa sig eins vel og þeir geta til þess að sýna glögga mynd af stöðunni. Við getum síðan deilt ákveðna hluti en
Ég bara þakka fyrir umræðuna. Komi upp einhverja fleiri spurningar hjá borgarfulltrúum á milli umræðina, þá velkomið að senda þær til mín eða til Halldóru eða til þess að fá svör og spurningar, þannig við getum svarað því í seinni umræðinni. Heiða Björg Hilminsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, tel mér skylt að svara því að mér borgarstjóri beina svolítið talið sínu til mín varðandi upplýsingagjöf til borgarfulltrúa í fjármálum sem miklu lakari heldur en nú var. Og ég vil bara segja við borgarstjóra, ég hef oft tekið þessi samtöl og bent á þetta í lokuðum herbergjum á fundum og það hefur ekki verið brugðist við, þannig að ég líti á þetta sé hluti af pólitíkinni að láta borgarfulltrúa sem í minnihluta hafa eins litlar upplýsingar og hægt er og láta það takist langan tíma og hægt er. Ég get bara rifjað dæmið af fyrirverandi oddvita Sjálfstæðisflokksins sem kom með bara spurningar sem hefði átt að vera flett upp á nokkrum mínútum en þurfti að bíða 1,5 ár eftir þeim og hann var hættur í pólitík þegar hann loksins fékk þetta. Nú svo bara líka annað sem ég kom ekki að áðan, það var mikil áhersla lögð á við okkur í borgarráði þegar málið var kynnt í gær að tjá okkur ekkert málið fyrir klukkan 13:30 þegar málið tilkynnt í Kauphöll. Klukkan 13:30 kom mjög ítarleg frétt ársreikninginn á mbl.is á slæginu 13:30. Borgarfulltrúar fengu fréttatilkynningu borgarinnar 10 mínútum síðar. Hverju sætir þetta, borgarstjóri? Var borgin í einhverju samráði við fjölmiðla að láta það hafa upplýsingar áður en þessum takmörkunum var aflétt? Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru og svarar þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilminsdóttir. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar. Reykjavíkurborg var í jafnhissa og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon að sjá frétt klukkan 13:30 á vef Morgunblaðsins og hefur engar heimildir það hvernig upplýsingar bárust þangað. En þeir taka bara til sín sem eiga og ég bið ykkur bara vel að lifa og fara út í vonandi vorið og við sjáumst aftur eftir viku og höldum áfram að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar 2025. Heiða Björg Hilminsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu. Ekki hafa fleiri kvart sér hljóðs undir þessum lið og göngum við til atkvæðagreiðslu. Þá litið svo á að samþykkt sé að vísa ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 til síðari umræðu sem fer fram 5. maí næstkomandi í borgarstjórn Reykjavíkur og litið á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá það samþykkt. Þá gengið til annars liðar útsendri dagskráði fundargerð borgarráðs frá 27. apríl 2026 sem lögð fram. Það enginn óska eftir því að taka til máls og óhætt að slíta fundi klukkan 16:40. Þá eftir að lesa bókanir, bókun. Óskar eftir því að Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lesi bókun. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bókunin hljóðar svo. Borgarfulltrúar óháðra mótmæla ólýðræðislegri tilhögun við fyrri umræðum ársreikning Reykjavíkurborgar í borgarstjórn. Í upphafi fundar voru oddvitar allra borgarstjórnarflokka að undanskildum oddvita borgarstjórnarflokks óháðra settir á mælendaskrá með rýmkuðum ræðutíma, það 75 mínútum. Umræddur oddviti var með eftirgangsmunum settur á mælendaskrá síðastur oddvita en með mjög takmörkuðum ræðutíma eða einungis 15 mínútum samtals.
Svo grófleg mismunun á ræðutíma oddvita eftir borgarstjórnarflokkum er ólýðræðisleg og virðist vera byggð á pólitískri andstöðu forseta gagnvart borgarstjórnarflokki óháðra. Slík vinnubrögð jaðra við gerræði. Á fundi forsætisnefndar 17. apríl síðastliðinn var samþykkt að oddvitar tæki til máls á fundi borgarstjórnar við fyrri umræðu um ásetning og að ræðutími þeirra yrði 75 mínútur. Borgarfulltrúa óháðra gera kröfu að oddviti þeirra njóti sama málfrelsis í borgarstjórn og aðrir oddvitar. Ha? Já. Já.
Ok, bókun hefur verið send. Hefst þá lesturinn. Því skal haldið til haga að oddvita umræða á við oddvita þeirra flokka sem náðu kjöri í listakosningu í borgarstjórnarkosningunni 2022. Vel var farið yfir það fyrirkomulag innan forsætisnefndar og sjálfsagt væri að bæta öðru við og mælendaskrá og myndi þá gilda hefðbundi ræðutími. Lestri lýkur. Þá bara kveðja borgarstjórn, gagnbókun.
Óskar eftir þögn í salinn, þögn í salinn. Þögn í salinn. Les bókun Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég les nú gagnbókun borgarfulltrúa óháðra. Á fundi forsætisnefndar 17. apríl síðastliðinn samþykktu fulltrúa meirihlutans tillögu fundartillögun yfirstandandi borgarstjórnarfundar. Þar segir að við fyrri umræðum ársreikning sem framfæri á fundi borgarstjórnar 28. apríl taki einungis oddvitar til máls og hafi 75 mínútna ræðutíma. Eðlilegt er að tillagan sé túlkuð þannig að með henni sé átt við alla oddvita. Því verður litið svo á að svo ákvörðun forseta borgarstjórnar að takmarka ræðutíma eins oddvitans við 15 mínútur gangi í berhögg við áðurnefnda samþykkt forsætisnefndar. Já. Þá er fundi slitið 17:02.